Framhaldið á Alþingi. Útbýtt á fundinum, þingskjali 1873, sektir samkvæmt lögum hvalveiðar, fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, almannatryggingar, stjórnarfrumvarp, 437. mál á þingskjali 1465 og breytingatillaga á þingskjali 1834, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1834 breytingatillaga frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingatillagan samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá það greitt atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið í heild svo breytt samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið, heilbrigðisþjónusta, stjórnarfrumvarp, 439. mál á þingskjali 1710, breytingatillaga á þingskjali 1755, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég kem hér til þess að ræða atkvæðagreiðsluna þessa tilteknu breytingatillögu, en hún lögð fram vegna þess að það hafði verið einu orði aukið í 13. grein frumvarpsins, þar orðið sérhæfðum hafði læðst inn í textann, en þar átti einungis að standa heilbrigðisstofnunum. Þannig hér var tæknilega breytingu að ræða og ekki þurfa að skýra hana frekar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, já, hér á ferðinni eitt af þessum málum sem ekki fékk fullnægjandi meðferð í velferðarnefnd sökum tímaskorts því miður og lítils vilja meirihluta til að vinna þetta með fullnægjandi hætti. Það sést á því að hér eftir 2. umræðu þá dúkkar upp breytingatillaga vegna þess að einhverjum orðum ofaukið. En þetta nú ekki það eina sem vandamálið við þetta mál. Það verið að fara gegn ráðleggingum landlæknis, gegn ráðleggingum allra heilbrigðisstétta sem starfa á Landspítala og fleira varðar strúktúrinn innan Landspítala og hvernig svona starfið uppbyggt. Þannig að við getum ekki stutt þessa aðgerð. Þetta mál ekki nógu þroskað. Það hefði þurft að fá betri vinnu og betri yfirferð inn í nefndinni. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil taka undir með hv. formanni velferðarnefndar, Helgu Völu Helgadóttur, það að þetta mál var því miður illa unnið og því ég ekki á nefndaráliti þessa máls. Og það eiginlega sorglegt til þess að vita að við skulum vera í þeirri stöðu að vinna málin svo hratt og illa að það sé eiginlega ekki hægt að samþykkja vegna þess að þetta gott mál og ætti að vera í sátt og samlyndi að koma þessu máli í gegn, því miður. Það tekst ekki nú. Á þingskjali 1755 breytingatillaga frá Ólafi Þór Gunnarssoni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingatillagan samþykkt með 33 atkvæðum gegn 5, 15 greiða ekki atkvæði. Greitt verður atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni Forseti minnir á skyldu hv. þingmanna til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið. Það telst atkvæðagreiðsla. Frumvarpið í heild svo breytt samþykkt með 30 atkvæðum gegn 7, 17 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.
Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið Orkusjóður stjórnarfrumvarp 639. mál á þingskjali 1668. Nefndarálit með breytingartillögu er á þingskjali 1800. Framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1800. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson, sem myndi vera 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, við ræddum þetta hér í þingsal í 10 klukkustundir held ég í gær þetta ágæta mál. Þetta er mál sem tengist orkuskiptunum hinum síðari og ein meginbreytingi felst í breyttu hlutverki Orkusjóðs sem ekki verður lengur afmarkað við að styðja við verkefni sem draga úr nýtingu jarðefnaeldsneytis, heldur einnig verkefni sem stuðla að orkuöryggi og samkeppnishæfni á sviði orkumála og orkutengd verkefni í samræmi við áherslur og stefnumótun stjórnvalda. Hér er komið tæki stjórnvalda til að stuðla að öflugum orkuskiptum á næstu árum í landinu. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, tilgangur laganna og markmiðið er mjög gott. Það fara í orkuskipti, minnka jarðefnaeldsneyti, efla notkun innlendra endurnýjanlegra orkugjafa, orkuöryggi, aukin samkeppnisforskot Íslands hvað varðar orkumálin, horfa til loftslagsstefnunnar, horfa til sveitarstjórnarstefnunnar, ég man ekki svipinn hérna stefnunnar, það nýsköpunarstefnunnar og einhver einan. Þannig að þetta er mjög víðfemt og tilgangurinn er góður. Það sem við höfum gert gagnrýnið er eitt atriði, það er bara það. Ráðherra leggur fram lögin koma hérna inn það hvernig skal hart. Skipar alla 3 aðilana, reglugerðirnar það hvernig skuli úthlutað á sjóðnum, hvernig skal haft samráð við sem er bara Orkustofnun og mögulega einhver aðra aðila ef tilefni er til. Versus það sem er gert annars staðar, til dæmis eins og með tækniþróunarsjóð, að það verður að hafa aðkomu miklu fleiri aðila. Ég ræddi við ráðherra hérna í gær þetta og núna rétt á þann að ráðherra mögulega einhverja leið, fyrst að nefndin ákvað að fara ekki þá leið að gera þetta í lögum, að þá er hægt að gera það mögulega í reglugerð að hafa faglegara samráðsferli og skjóta lokunum það einhverju leyti fyrir freistnivanda, en ráðherra getur nefnt það við ykkur hérna í þessa lokaumræðu hérna ef hann er áhuga. Umræðu er lokið, við erum í atkvæðagreiðslum. Í nefndaráliti á þingskjali 1800 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. 8. þingmaður Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Takk forseti. Við erum gul á málinu vegna þess atriðis sem ég var að nefna varðandi það að hvernig stjórn sjóðsins er háttað varðandi skort á mögulega faglegum sjónarmiðum og freistnivanda sem er til staðar. Við erum græn með breytingartillögunni sem var góð. Njáll Trausti Friðbertsson tók það upp úr held ég var Samtök iðnaðarins sem nefndu það að þyrfti að vera aukið gegnsæi hvað það var. Það minnkar freistnivandann einhverju leyti. En ennþá situr samt sem áður það þetta er ráðherra sem setur lögin, ráðherra sem setur reglugerðina hvernig er háttað, ráðherra skipar þessa 3 aðila. Þeir þurfa aðeins að hafa samráð við Orkustofnun og hugsanlega mögulega einhverja aðra. Þetta er staðan, þannig að þessi sjóður getur verið að úthluta ¼ milljarð og hefur gert það. Þannig að ef það verður eitthvað sjóðasök með þetta að þá er það ábyrgð þeirra sem er að samþykkja þetta hérna og það er ábyrgð þá ráðherra. En mér heyrist að ráðherra, ég hélt að koma hérna upp og ræða þetta núna, en það kannski er eitthvað misskilningur okkar á milli, að hún hefur hugað því að setja í reglugerðinni einhvers konar fagráð og byrja að prófa hlutina þar. Ráðherra kinkar kolli, þannig að ég er að fara með rétt mál hvað það var. Þannig að það er mögulega verið skotið einhverju loku fyrir þetta í meðferð ráðherra á málinu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild svo breytt. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild svo breytt er samþykkt með 49 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 4. dagskrármálið hollustuhættir og mengunarvarnir, stjórnarfrumvarp 436. mál á þingskjali 600, nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 1696, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir, 9. þingmaður Norðausturkjördæmis.
Virðulegi forseti, hér greiðum við atkvæði breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Umhverfis- og samgöngunefnd leggur til töluverðar breytingar á frumvarpinu, leggur áherslu á að halda í það efni frumvarpsins sem snýr að því að einfalda og skýra viðfangsefnið en vísar öðru til heildarendurskoðunar á lögunum sem nú stendur yfir með áherslu á það að eftirlit fari fram sem næst starfsemi hverju sinni og miðlæg stjórnvöld, stofnanir ríkisins, hugi að samræmingu og veiti nær stjórnvöldum stuðning og leiðsögn þar sem á þarf að halda og lögð verði aukin áhersla á rafræna stjórnsýslu til að tryggja samræmi í þjónustunni allt land og eftirlitinu. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði aðra til og með 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Önnur til og með 6. grein eru samþykktar með 55 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1696 töluliður 1-3 eru breytingartillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 7. til og með 15. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 53 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 7. til og með 15. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. 7. til og með 15. grein svo breyttar eru samþykktar með 55 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og réttarstöðu eigenda þeirra. Beiðni skýrslu 940. mál á þingskjali 1765. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Skýrslubeiðnin er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir 6. dagskrármálið. Það er tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í leikskólum og grunnskólum. Beiðni skýrslu mál nr. 941 á þingskjali 1766. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðslu lokið. Skýrslubeiðnin er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið. Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps á fasteignum ríkisins. Beiðni skýrslu mál nr. 942 á þingskjali 1767. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðsla hafin. Atkvæðagreiðslu lokið. Skýrslubeiðnin er samþykkt með 54 samhljóða atkvæðum. Þar sem væntanlegt er framhaldsnefndarálit í 8. dagskrármálinu verður beðið sinn með að taka það fyrir. En tekið fyrir 9. dagskrármálið samvinnuverkefni vegaframkvæmdir stjórnarfrumvarp 662. mál á þingskjali 1122, nefndarálit á þingskjölum 1739, 1742 og 1743, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Í ræðu. Já, þeir fara náttúrulega aftur fyrir þessa 3 ásökun. Er Jón Þór Andersson? Jón Þór. Já. Ég veit ekki að segja. Þú er það. Herra forseti, ég geri hér grein fyrir þessu nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga samvinnuverkefni. Gengið undir heitinu PPP-verkefni. Það er að ræða 6 verkefni sem falla undir þetta frumvarp. Það er hringvegur norðaustan Selfoss og brú á Ölfusá, hringvegur Hornafjarðarfljót, brú á Hornafjarðarfljóti,
svokallaður Axarvegur á Austfjörðum, tvöföldun Hvalfjarðarganga, hringvegur Mýrdal og jarðgöng í Reynisfjalli og að lokum Sundabraut. Allt eru þetta ólík verkefni. Tvö þeirra eru dýr ef við orðum það þannig. En hin 4 sem eru hringvegarverkefnin fyrst og fremst og svo Axarvegurinn eru á öðrum toga. Mun minna fjárfrek og meira í ætt við hin hefðbundnu verkefni vegagerðar sem hún hefur stundað árabil. Það er þannig að ég ætla að lesa hér með leyfi forseta fyrst aðeins úr nefndarálitinu til þess að setja tóninn. Og þar stendur hér með frumvarpinu lagt til að samþykkt verði í lög samvinnuverkefni vegaframkvæmdir. Samkvæmt því verður Vegagerðinni veitt heimild til þess að semja við einkaaðila samvinnuverkefni ákveðna samgönguframkvæmdir sem tilgreindar eru í frumvarpinu. Þá er í frumvarpinu lagt til að heimilu verði gjaldtaka til endurheimtur á kostnaði vegna þeirra framkvæmda. Heimild verði að fjármagna framkvæmdir að hluta eða öllu leyti með gjaldtöku af umferð mannvirki sem samvinnuverkefni nær til og Vegagerðin geti falið einkaaðilum með samningi samvinnuverkefni að taka gjald af umferð á samningstímanum. Vegagerðinni verði einnig heimilt að stofna sérstakt félag með það hlutverk að sjá gjaldtöku eftir atvikum samhliða því að annast einstaka þætti samvinnuverkefnisins eða fela sérstöku félagi í eigu ríkisins það hlutverk. Og síðan kemur rúsínan í pylsuendanum. Við lok samningstímans verði mannvirkin ásamt öllu tilheyrandi eign ríkisins án sérstaks endurgjalds. Þetta er sem sagt á vissan hátt Hvalfjarðarmódelið svokallað. Fyrir nefndinni var almenn ánægja með frumvarpið meðal fulltrúa þeirra sveitarfélaga þar sem fyrirhugað er að þær framkvæmdir verði sem að heimildir veittir samkvæmt samningum við 1. grein frumvarpsins. Var almennt hvatt til þess að frumvarpið yrði samþykkt sem fyrst svo hægt yrði að ráðast í framkvæmdir án frekari tafa. Eðlilegt væri að skoða fjölbreytta fjármögnun og veggjöld gætu flýtt framkvæmdum sem væru til þess fallnar að hafa jákvæð áhrif á byggðaþróun. Og í lok þessa kafla segir hér: framlög til vegagerðar hafa ekki dugað til að mæta aukinni þörf til uppbyggingar vegakerfisins. Ljóst er að ýmis brýn verkefni munu ekki koma til framkvæmda á næstu 1 til 2 áratugum nema til komi aðrar fjármögnunar aðferðir. Og í blálokin, með núverandi efnahagshorfur er mikilvægt að ráðist verði arðbær fjárfestingarverkefni hér á landi til að örva efnahagslíf og atvinnusköpun alls staðar á landinu. Og fjárfestingar í vegakerfi landsins eru þeirra gerðar. Það er hér alllangur kafli almennt gjaldtöku og ég ætla að grípa ofan í hann með leyfi forseta líka. Skiptar skoðanir í samfélaginu töku veggjalda en með fjölbreyttari fjármögnun en ríkisfé ætti að vera kleift að flýta framkvæmdum sem efla atvinnuuppbyggingu, stuðla að byggðaþróun, auka hagvöxt, samkeppnishæfni og öryggi vegfarenda og eru til góðs í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Og í lok þessa almenna kafla segir: meirihlutinn leggur áherslu á að við ákvörðun veggjöld verði þess gætt að kostgæfni að vegfarendur laðist að þeim vegalengdum sem að veggjöldin eiga þátt í að opna. Gætt verði jafnræðis og að gjaldtöku verði stillt í hóf þannig að ábati vegfarenda sé í öllum tilvikum að minnsta kosti jafn mikill eða meiri en sá kostnaður sem notkun þeirra fylgir. Í því sambandi er mikilvægt að miða upphæð veggjalda við greiðsluvilja sem byggist meðal annars á mati á ferðatímasparnaði, bættu umferðaröryggi og styttingu vegalengda. Ég vil taka það fram, herra forseti, að þetta er jú eitt af kjarnaatriðum í hugmyndunum gjaldtöku. Það er að ábati vegfarenda sé í öllum tilvikum að minnsta kosti jafn mikill eða meira en sá kostnaður sem notkun þeirra fylgir. Og sá ábati, vil ég bæta við, byggir á því að menn reikni þá með raunkostnaði við notkun ökutækjanna sem að styttingin varðar. Og síðan er hér kafli fyrirkomulag gjaldheimtu og innheimtu. Í 3. grein frumvarpsins er ákveðið heimild til að fjármagna samvinnuverkefni með veggjöldum. Rúmt orðalag ákvæðisins býður upp á að ýmis atriði verði útfærð við samningsgerð eftir því sem best hentar hverju verkefni
til að mynda hlutfall fjármögnunar með veggjöldum að heildarkostnaði og hvort einkaaðili eða félag í eigu ríkisins tekur gjald af umferð mannvirkið sem verkefnið nær til. Það eru samgönguframkvæmdir sem tilgreindar eru sem útboðshæf samvinnuverkefni í 1. grein frumvarpsins eru í eðli sínu mjög ólíkar, aðstæður og umferðarmagn mismunandi sem og undirbúningur og staða í skipulagi og samgönguáætlun. Meirihlutinn minnir á að Vegagerðin ítrekar að verkefni sem tiltekin í frumvarpinu, nema lagning Sundabrautar og tvöföldun Hvalfjarðarganga, séu hefðbundin vegagerðarverkefni og telur þau þar með henta vel til þess að fikra sig áfram með fjölbreyttari samvinnuverkefni í vegagerð en 2 jarðgöng fyrri ára. Ég minni svo á að það komu fram þau sjónarmið að taka þyrfti frekari afstöðu til eiginleika álagningar og innheimtu veggjalda í frumvarpinu af hálfu gesta. Í því sambandi voru sett fram sjónarmið að hvaða atriðum þyrfti að gæta. Innheimta veggjalda þyrfti að vera einföld, skilvirk og örugg, samræmd á landsvísu og rekstrarkostnaði haldið í lágmarki. Í minnisblaði frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu með leyfi herra forseta kemur fram að gjaldtaka verði útfærð í þeim samningum sem Vegagerðin gerir samvinnuverkefni og við þá samningsgerð verður unnt að taka tillit til þeirra athugasemda sem hafa borist meðferð málsins. Þrátt fyrir mikinn sveigjanleika sem frumvarpið býður upp á við útfærslu samvinnunnar sé engu að síður settur ákveðinn rammi verkefnin, til dæmis að gjaldtaka verði að hámarki til 30 ára og að val sé aðra leið. Hagkvæmnisrök mæli með því að útfærslan verði sambærileg land allt. Þá sé ljóst að umferðarflæði verði aðeins viðhald með sjálfvirkri gjaldtöku. Uppsetning gjaldtökukerfa hér á landi sé einföld að því leyti að vegakerfið ekki tengt vegakerfum annarra ríkja og innheimta því auðveldari. Reynsla í Noregi hafi sýnt að rekstrarkostnaði vegna gjaldtöku hafi farið lækkandi undanfarin ár og að við útfærslu gjaldtöku verið horft til reynslu nágrannaríkjanna og Evrópustaðla sem hana gildi. Þá segir í minnisblaðinu að megintilgangur með sveigjanleika frumvarpsins sé að skapa svigrúm til að finna hagkvæmustu lausnina að meðaltalinni lausn á fyrirkomulagi og innheimtu veggjalda ef til þeirra kemur. Að mati meirihlutans er mikilvægt að við samningsgerð útfærslu gjaldtöku og fjármögnun verkefna verði farin sú leið sem hagkvæmust fyrir samfélagið. Heimildarákvæði 3. greinar frumvarpsins veitir nægjanlegt svigrúm til að því markmiði verði náð. Í nefndarálitinu er kafli hlutlæga ábyrgð. Samkvæmt 1. málsgrein ber eigandi ökutækis eða umráðamaður þess ábyrgð á greiðslu veggjalds. Í því felst hlutlæga ábyrgð eiganda eða umráðamanns, það er ábyrgð á greiðslu veggjalds óháð því hver ökumaður ökutækis sem að nýtir gjaldskylt mannvirki. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að hlutlæg ábyrgð af þessu tagi hefði verulega ósanngjörn og órökrétt áhrif á atvinnurekendur sem leigja út ökutæki til skemmri tíma og reynsla fyrirtækja sem leigja út ökutæki til skemmri tíma af slíkri hlutlægri ábyrgð væri afar slæm. Þá er vitnað hér í nefndarálitinu í minnisblað samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins aftur og segir að fordæmi séu fyrir því að eigandi og umræðumaður ökutækis beri ábyrgð á veggjöldum. Samkvæmt 6. grein laga stofnun hlutafélaga vegaframkvæmdir frá 2010, nr. 97. Á þeim grundvelli hvílir hlutlæg ábyrgð á eigendum ökutækja og umráðamanna þeirra sem aka í gegnum Vaðlaheiðargöng. Þá er bent á að eigendur ökutækja beri almennt ábyrgð á greiðslu veggjalda í Evrópulöndum og í Bandaríkjunum. Það sé því vel þekkt í þeim löndum að bílaleigur hafi með höndum umsýslu við innheimtu veggjalda. Og þá segir í minnisblaðinu, herra forseti, að í framkvæmd væri erfiðleikum háð að innheimta ógreidd veggjöld hjá ökumönnum þar sem erfitt geti verið að fá upplýsingar þá með myndavélum. Megintilgangur þessa ákvæðis frumvarpsins sé að tryggja einfalda, skilvirka og örugga innheimtu veggjalda. Vegna eðlis veggjaldana sem í þágu almannahagsmuna telji ráðuneytið eðlilegt að ákvæði frumvarpsins haldist óbreytt. Á fundum nefndarinnar kom fram að innheimta í Vaðlaheiðargöngum hafi þegar á heildina er litið gengið vel og bílaleigur hafi almennt greitt veggjaldið og séð áframhaldandi innheimtu úr hendi leigutaka. Meirihlutinn telur því rétt að taka undir sjónarmið ráðuneytisins og hvetur til þess að vandað samráð verði haft við hagsmunaaðila í þessu efni og að samið verði sem skilvirkasta og hagkvæmasta leið til innheimtu. Þetta var
hlutlæga ábyrgð. Svo hér kafli svokallað lögveð. Í 4. grein frumvarpsins stendur að veggjöld skulu og viðbótarálag hvíla sem lögveð á því ökutæki sem ekið gjaldskyld mannvirki án þess að greiða fyrir aðgang að þeim og ganga framar öllum áhvílandi skuldbindingum í 1 ár frá því að gjaldið féll til að frátöldum gjöldum til ríkissjóðs. Og það komu fram þau sjónarmið fyrir nefndinni að með ákvæðinu væri gengið freklega á eignarrétt fyrirtækja og einstaklinga sem eru eigendur eða umráðamenn ökutækja og þeirra sem eiga fyrir lögveð eða önnur veðréttindi í ökutækjum, til að mynda vátryggingarfélög. Það var líka bent á að lögveðsheimild standist varla jafnréttisákvæði stjórnarskrár og lögveðsheimildin yrði talin fela í sér ólögmæta eignaskerðingu. Í þessu margtilvitnaða minnisblaði segir með leyfi herra forseta, það er brugðist við þessum sjónarmiðum og þar kemur fram að tilgangur þess að kveða á lögveð sé meðal annars að tryggja sem best kjör fáist þegar gerður samningur samvinnuverkefni. Það drægjur óvissu við undirbúning framkvæmda að geta innheimt veggjöld með tryggilegum hætti. Máli skipti fyrir allt samfélagið að hagkvæmur samningur sé síður háður óvissu einstaka þætti og því sé lagt til að kröfur verði tryggðar með lögveði. Samningur samvinnuverkefni feli í sér tilfærslu á áhættu og ábyrgð frá hinu opinbera til einkaaðila og þannig teljið samvinnuverkefni vera þjóðhagslega mikilvægt og hagkvæmt en það sé einmitt forsenda fyrir heimild löggjafans til að mæla fyrir lögveði í ákveðnum eignum. Allar röksemdir styðji því að veggjöld hvíli sem lögveð á ökutæki. Í minnisblaðinu er tekið undir framangreind sjónarmið þá óvissu sem ákvæði skapar rétthæð lögveða og lagt til að kveðið verði á það í frumvarpinu að vátryggingariðgjald gangi framar veggjöldum sem lögveð. Og þá er í niðurlaginu yfirlýsing meirihlutans tekur undir framangreind sjónarmið ráðuneytisins lögveð og leggur til að í 3. málsgrein 4. greinar frumvarpsins verði breytt til samræmis við þá tillögu sem settur fram í minnisblaðinu. Það er að vátryggingargjöld gangi fyrir. Það er hér stuttur kafli aðferðafræði við forgangsröðun og ég ætla ekki að þreyta hv. þingheim á að fara mjög nákvæmlega í gegnum það en það segir sem allra stystu máli að það sé mikilvægt að sú aðferðafræði sem notuð tryggi að fjármagn leiti fyrst í þau verkefni sem helst auka framleiðni hagkerfisins og vitnað til að OECD hafi gagnrýnt stjórnvöld fyrir að hafa ekki fest slíka arðsemisgreiningu í sessi enda sé það í samræmi við grundvallarregla stofnunar stjórn opinberra fjármála. Nefndin hefur vitneskju að unnið sé að því innan ráðuneytisins að þróa frekar forgangsröðun og verkefni stjórnsýslu í anda þess sem OECD hefur lagt til. Meirihlutinn leggur áherslu á að við forgangsröðun framkvæmda og eftir atvikum við val á nýjum framkvæmdum til útboðs sem samvinnuverkefni að fram fari vönduð arðsemisgreining með tilliti til þjóðhagslegra jafnt sem samfélagslegra sjónarmiða svo sem byggða, öryggis og umhverfissjónarmiða. Þannig lýkur þessum kafla í nefndaráliti meirihlutans þannig að það er tekið undir þau sjónarmið og ítrekað að slík vönduð arðsemisgreining fari fram. Hér er svo kafli áhrif á aðrar samgönguframkvæmdir og þá er rétt að taka það fram að meðal andmæla þá kom fram að færu verkefni í þrot á framkvæmdatíma eða rekstur þeirra gengi ekki upp yrði kallað eftir aðkomu ríkissjóðs sem búi nú við aukna fjárhagslega áhættu af samvinnuverkefnum samfara hruni í ferðaþjónustu. Stjórnvöld ættu frekar að nýta lágt vaxt á atvinnustig til að fara í viðamikil verkefni í endurbótum og viðhaldi á núverandi vegakerfi. Þá stendur hér sem andsvar við þessu í nefndarálitinu með leyfi herra forseta. Almennt gefi samningur samvinnuverkefni tækifæri til hagfelldrar áhættudreifingar milli einkaaðila og hins opinbera. Þannig skapist tækifæri til að hagnýta kosti einkaframtaks svo sem í nýsköpun og sveigjanleika við uppbyggingu innviða. Fjármögnun innviðaframkvæmda með þessum hætti skapi möguleika á að viðhalda atvinnustigi í erfið árferði og flýta þjóðhagslegum arðbærum samgönguframkvæmdum. Meirihlutinn áréttar
að í frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að semja við einkaaðila tiltekna framkvæmdir að undangengnum útboði. Vegagerðin meti ávallt hvaða þættir verkefna skuli boðnir út, meti hvert verkefni heildstætt og afmarki hvert samvinnuþátt. Það sem hér er einungis heimild að ræða var umræða fyrir nefndunum hvaða ferli tæki við ef heimildin nýttist ekki vegna breyttra forsendna. Forsendur gætu breyst ef verktakar sýndu ekki áhuga, samningar næðust ekki, umferðarþungi minnkaði, kostnaðarforsendur breyttust, samspil veggjalda og kostnaði gengi ekki upp eða aðrar óvæntar breytingar steðjuðu að. Breyttust forsendur samvinnu fjármögnun leggur meirihlutinn áherslu á að það bitni ekki á öðrum verkefnum sem nú þegar eru fjármögnuð í samgönguáætlun, heldur verið leitað annarra leiða við fjármögnun. Óvissa sem þannig umlíkur samvinnuverkefna á þessu stigi undirstrikar þá staðreynd að umræddur fjöldi verkefna við núverandi aðstæður í kjölfar COVID-19 faraldursins eru raun tilraun sem heimilt er að vinna sem þróunarverkefni með því markmiði að flýta eins og kostur er nauðsynlegum samgönguframkvæmdum. Heppnist hún vel hvað nokkur fyrstu verkefni varðar, gæti það ýtt undir val á fleiri samvinnuverkefnum af þessu tagi víðar land. Meirihlutinn telur því mikilvægt að við afgreiðslu þessa frumvarps verði gerð grein fyrir því hvaða ferli tekur við ef forsendur samvinnuverkefna breytast að mati Vegagerðarinnar, svo ekki geti orðið af áætluðu samvinnuverkefni. Viðbrögð við þeim aðstæðum geta helst verið tvenns konar. Samvinnuverkefni hefur verið vísað til næstu samgönguáætlunar að frumkvæði umhverfis- og samgöngunefndar eða Vegagerðin sendi erindi til ráðherra sem brugðist getur við með því að leggja fram tillögu lausn til þingsins. Og þá kemur hér niðurlag sem er mjög mikilvægt. Nefndin hefur fengið staðfest að hvorki lög samgönguáætlun né þingskapalög standi í vegi fyrir því að lögð sé fram þingsályktunartillaga breytingu á þingsályktun samgönguáætlun á því þingi sem næst tekur við. Það tryggir að breyttum forsendum samvinnuverkefna eða breyttum forsendum annarra verkefna í samgönguáætlun megi mæta á vettvangi þingsins með tillögum nýja lausn tiltekinna verkefna vegna mögulegs forsendubrests. Ekki þarf til þess framlagningu nýrrar samgönguáætlunar. Það er hér svo kafli, næst síðasti, alllangur aðkomu einkaaðila að samvinnuverkefnum og samspil við ríkisfjármál. Fyrir nefndin komu fram sjónarmið að með aðkomu fjárfesta eru verkefni dýrari en ef ríkissjóður stæði einn að fjármögnun enda þyrftu fjárfestar að fá áhættuþóknun fyrir þátttöku í samvinnuverkefni. Með vísan til skýrslu starfshóps samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins leiðir til fjármögnunar vegaframkvæmda sem kom út í apríl 2019 var á það bent að vegna tilfærslu, áhættu og hærri fjármagnskostnaðar einkaaðila hafi reynslan verið sú í Evrópu og samvinnuverkefni hafa kostað 20–30% meira en verkefni fjármögnuð af ríkissjóði. Því til viðbótar komi kostnaður vegna innheimtu veggjalda. Þá var því haldið fram að aðkoma einkafjárfesta að samgönguframkvæmdum væri afleiðing ósveigjanlegra laga umgerðar opinber fjármál sem kæmi í veg fyrir nauðsynlegar framkvæmdir ríkisins. Í athugasemdum greinargerðar með frumvarpinu sem við erum hér að fjalla kom fram að það þykir vert að árétta að framlög til vegagerðar hafa ekki dugað til að mæta aukinni þörf til uppbyggingar vegakerfisins og það sé ljóst að ýmis brýn verkefni muni ekki komast til framkvæmda á næstu 1–2 áratugum nema til komi aðrar fjármögnunaraðferðir. Fyrir líkur að veggjöld munu leggjast hlutfallslega þyngst á þá sem koma til með að nota mannvirkin mest en munu sömuleiðis njóta mesta hagræðis vegna nýrra samgönguframkvæmda. Það er vísað til í nefndarálitinu nefndarálits eða frumvarpsins öllu heldur frumvarpsins samvinnuverkefnin beinlínis greinargerðarinnar þar og ég ætla að fá að lesa aðeins upp úr því til skýringar vegna þess að það er vísað hér í það í nefndarálitinu og það er þá aftur tekið til að reynslan í Evrópu hefur verið sú að samvinnuverkefni hafi kostað 20–30% meira en verkefni sem hefur fjármögnun með hefðbundinni aðferð. Á móti þarf þó að meta samfélagslegan ábata í formi nýsköpunar, styttri framkvæmdatíma og minni áhættu hjá hinu opinbera, segir í greinargerðinni. Og ennfremur
Þá farið yfir að í fyrsta lagi geta samvinnuverkefni verið leið til þess að viðhalda fjárfestingu í erfiðu árferði. Í öðru lagi eru samvinnuverkefni leið til að virkja kosti einkaframtaks í samgöngum, nánar tiltekið nýsköpun, sveigjanleika í uppbyggingu og viðhaldi vegakerfisins. Í þriðja lagi geta samvinnuverkefni stuðlað að því að skattgreiðendur fái meira fyrir peningana sína, þjónustan verði betri og áhættuskipting milli opinberra og einkaaðila verði hagfelld. Að lokum hefur reynsla erlendis sýnt að einkaaðilar ná að jafnaði að ljúka við framkvæmdir á styttri tíma en opinberir aðilar. Ekki síst þar sem opinberri fjármögnun oft dreift á mun lengri tíma en þörf á framkvæmdarinnar vegna. Þetta sem sagt tilraun til að færa rök að því hvers vegna það gæti gengið upp að horfast í augu við þessar hærri kostnaðartölur erlendis frá og til viðbótar þá bent á að þau verkefni sem hér ræðir, sérstaklega þessi fjögur fyrstu ódýrari, að þau eru þess eðlis að vegagerðin heldur utan alla þætti útboðs og undirbúnings, þannig að það ekki gefið fyrirfram að kostnaður hér hækki að sama skapi og hefur reynslan sýnt erlendis frá. Ég gríp hér ofan í kaflann aftur, nokkuð aftar, aðkomu einkaaðila að samvinnuverkefnum og les hér upp með leyfi forseta: áður en lagt upp í samvinnuverkefni þarf að liggja fyrir hvort og með þá hvaða hætti verkefni hefur áhrif á afkomu eða skuldbindingu ríkisins á grundvelli þeirra staðla sem innleiddir hafa verið fyrir reikningsskil og hagskýrslugerð samkvæmt lögum opinber fjármál. Í tengslum við vinnu í sérstökum starfshópi sem hafði til skoðunar að leita nýrra leiða til að fjármagna afmarkað vegaframkvæmdir og láti grundvalla við gerð frumvarpsins, óskaði fjármála- og efnahagsráðuneytið eftir áliti reikningsskilaráðs ríkisins áhrifum á ríkisfjármálin með tilliti til mismunandi útfærsla og fyrirkomulagi við uppbyggingu samgöngumannvirkja og fjármögnun þeirra. Í fyrrnefndu minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins eru niðurstöður ráðsins reifaðar. Það kemur fram að miklu máli skipti hvort framkvæmd flokkist innan eða utan A-hluta ríkisins og að IPSAS reikningsskilastaðallinn og GFS reikningsskýrslustaðallinn leggi ólík atriði til grundvallar í leiðsögn slíka flokkun. Sá fyrrnefndi leggi áherslu á stýringu og yfirráð yfir verkefni eins og síðarnefndi leggi áherslu á hvar ávinningur og áhætta, það byggingar, aðgengis og eftirspurnar áhætta af samvinnuverkefninu liggur. Í minnisblaðinu leggur fjármála- og efnahagsráðuneytið áherslu á að við gerð samninga einstök samvinnuverkefni samkvæmt frumvarpinu verði haft samráð við ráðuneytið. Því til viðbótar kæmi til álita að óska yrði eftir umsögn reikningsskilaráðs ríkisins einstaka samninga. Þannig verið að reyna að taka upp bæði belti og axlabönd. Síðan segir, og nú fer ég að nálgast lok míns máls, hér í kafla aðkomu einkaaðila samvinnuverkefnum og samspil við ríkisfjármál. Meirihlutinn tekur undir framangreind sjónarmið ráðuneytisins og beinir því til Vegagerðarinnar að viðhafa samráð við ráðuneytið við gerð samninga einstök samvinnuverkefni. Samfélagslegur ábati í formi nýsköpunar, styttri framkvæmdatíma og minni áhættu hins opinbera eru mikilvægir þættir við mat á heildarhagkvæmni samvinnuverkefna. Að sama skapi eru samfélagslegi þættir snerta byggðaþróun, öryggi, atvinnuuppbyggingu og umhverfið mikilvægir þættir við það mat. Meirihlutinn leggur áherslu á að við ákvörðun útfærslu verði litið til hagkvæmni rafrænna lausna og samræmis við opinber fjármál. Það koma svo fram hér breytingartillögur sem ég ætla nú ekki að lesa upp allar, þær eru 6 talsins og það segir hér einfaldlega í inngangi að breytingartillögunum sjálfum. Meirihlutinn leggur til fyrrgreinda breytingu á 3. málsgrein 4. greinar frumvarpsins til nánari skýring á rétthæð lögveðis vegna ógreiddra veggjalda. Að auki lögð til breyting á 1. málsgrein 5. greinar þar sem ekki þykir rétt að kveða á heimild Vegagerðarinnar til eignanáms í öðrum réttindum, það sett í gæsalappir, þar sem að eignanámsheimildir taka eðli máls samkvæmt til eignaréttinda. Þá lögð til breyting á fyrirsögn frumvarpsins til að geta samræmis og orðalag og svo framvegis.
Aðrar breytingar eru orðalagsbreytingar sem ekki ætlað að hafa áhrif efnisleg og þarfnast ekki frekari skýringa. Þannig að, herra forseti, við afgreiðum þetta sem sagt úr nefnd með þessu meirihluta áliti og þannig háttaði til að Bergþór Ólason var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Anna Katrín Friðriksson skrifar undir álitið með fyrirvara sem að ég reikna með að hún geri grein fyrir og undir nefndarálit skrifa þá Ari Trausti Guðmundsson, sá sem hér stendur, Anna Katrín Friðriksson með þessum fyrirvara, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Líneik Anna Sævarsdóttir, Vilhjálmur Árnason og Vilhjálmur Bjarnason. Þar með, herra forseti, hef ég lokið þessu langa máli mínu. 4 hv. þingmenn óska til að veita andsvar og ræðutíminn 1 mínúta í hvert sinn. Fyrstur veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti. Þetta mál snýst það að veikur samgönguráðherra tekst ekki að fá nógu mikið fjármagn inn í samgönguáætlun til þess að fjármagna innviðauppbyggingu í vegagerð sem var meðal annars loforð þessar ríkisstjórnar. Innviðauppbygging. Þetta voru loforðin fyrir síðustu kosningar. Þetta er eitt sem brennir helst á landsmönnum núna. Þetta er sem er rjúka hæst upp í forgangsröðun landsmanna allavega á síðasta ári varðandi forgangsröðun og ríkisfjármálum. Og veikur samgönguráðherra kemst ekki með þetta inn og ákveður þar af leiðandi að taka út úr samgönguáætlun ákveðin verkefni sem að ef samgönguáætlun er samþykkt svo að þá eru þau föst fyrir utan, veit hv. þingmaður það, Ari Trausti Friðriksson? Nei. Guðmundsson, Ari Trausti Guðmundsson, veit hann það að 3 af þessum 6 verkefnum eru í hans eigin kjördæmi, veit hann það að 2 af þeim 3 sem verið að fara af stað með strax í hans kjördæmi, veit hann hvað kjósendur í hans kjördæmi, hann hlustar bara á sveitarstjórnirnar. Sveitarstjórnir hverra eru þetta? Er þetta kannski sveitarstjórn Sjálfstæðisflokksins sem situr þarna við völd og vill fá einkaframkvæmdir? Sem við kallað eftir einkaframkvæmdum mjög lengi. Kallað eftir því að þessi fjármagnað af einkafé á sama tíma og Félag íslenskra bifreiðaeigenda segir í þessu samhengi með leyfi forseta í sinni umsögn. Kemur fram að þátttaka einkafjárfesta leiðir til 33% hærri kostnaðar við 5 fyrirhugaða samvinnuverkefni vegaframkvæmdir heldur en ef ríkissjóður fjármagnar vegagerðina. Vegfarendur munu þurfa að greiða 20 milljörðum króna meira samkvæmt útreikningum FÍB. Það var lofað í stjórnarsáttmálum að nota tekjur ríkisins af eignum sínum, arður úr bönkum og svo framvegis í vegaframkvæmdir, í innviðauppbyggingu í samgöngum. Nei, það á ekki að fara þá leiðina, þá að taka þessi verkefni út. Er hv. þingmaður búinn að segja kjósendum sínum að verkefni sem verði tekin út úr sviga, að það muni þurfa að borga meira fyrir þau og ef þau mótmæla eftir að búið að samþykkja samgönguáætlun hérna í þinginu, að þá eru þau föst með það að fara þessa leið sem ráðherra hefur lagt til. Og svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Takk ansvarið, herra forseti. Nei, auðvitað veit ég ekki hvað þessar framkvæmdir líka. Ekki hugmyndum að þær eru í Suðurkjördæmi, hv. þingmaður. En sveitarstjórnar kalla eftir þessum framkvæmdum allt land, ekki bara í Suðurkjördæmi og ég tel nú allt í lagi að hlusta á þær og það séu undir forystu Sjálfstæðisflokksins, ég veit ekki hvað hv. þingmaður á við, hvort hann hafi farið yfir allar sveitarstjórnir sem þarna eru taldar eiga einhvern hlut að máli og skoða hvernig þær eru samsettar. Fjármögnun er tilraun til þess að flýta framkvæmdum. Það er verið að fjármagna fullt af öðrum vegaframkvæmdum með beinum hætti. Þarna er einfaldlega verið að reyna Hvalfjarðarmódelið með vissulega ákveðnu tilbrigði sem er þá þátttaka ríkisins með meiri hætti en var í Hvalfjarðargöngunum og þetta er heimild til vegagerðarinnar til þess að athuga með samninga og það er sett, við skulum segja, belt og axlabönd til þess að fara þá leið ef þetta tekst ekki, að það sé hægt á samt sem áður að ljúka þessum framkvæmdum með öðrum hætti. Þá veitir andsvar síðara sinn, hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. En þingmaðurinn verður þá kannski að segja kjósendum sínum í Suðurkjördæmi það að ef það er farið þessi leið
og samgönguáætlun er samþykkt sem verður ekkert endurskoðun fyrir eftir mörg ár, að þá eru þessi verkefni sem eru tekin út úr samgönguáætlun, 3 ár, þá eru þessi verkefni tekin út úr samgönguáætlun sem annars væri samgönguáætlun núna, þau eru tekin út og eina leiðin þá í þessi 3 ár verður hver? Að fara í þessa leið sem samgönguráðherra leggja til. Fara þá leið sem kostar fólk sem þarf að nota þessa vegi miklu meira samkvæmt Félagi íslenskra bifreiðaeigenda 33% hærra. Auðvitað meiri, verður arðsemiskrafa hjá fyrirtækjum, það kemur fram þarna inni. Hvað kostar ef ríkið tekur lán? 1% í dag. Að sjálfsögðu verður þetta miklu dýrara fyrir vegfarendur og þú hefur sagt, já, það er önnur leið hægt að fara einhver aðra leið. Já, en hvernig verður viðhaldið á þeim vegum? Hvar lenda þeir í samgönguáætlun? Þeir lenda aftast út af þeir önnur leið fær. En þú þarft að borga. Og þetta er eitthvað sem að hv. þingmaður þarf að gera kjósendum sínum Suðurkjördæmi alveg skýrt. Að þessi leið er samþykkt, jafnvel, og svo kemur á daginn að þetta sé ekki nógu hagkvæmt og eitthvað svona, þessi skilyrði sem að þingmaður er að nefna hérna, að þá þurfa þetta fólk að bíða 3 ár eða sætta sig við að þurfa að borga miklu meira. Og svarar andsvari síðara sinn, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, þakka andsvarið. Í þeim kjördæmum þar sem þessar framkvæmdir eru, jú verið að fjármagna, eins og ég sagði áðan, aðrar vegaframkvæmdir í stórum stíl. Það er verið að taka þessar út til þess að flýta þeim með þessu tilteknu aðferð. Hvalfjarðargöngin reyndust ágætlega og umferð minnkaði Hvalfjörðinn vissulega og það er auðvitað þannig að þessar hinar leiðir sem eru til reiðu, þeim verður auðvitað viðhaldið. Þetta eru innan héraðsvegir eftir sem áður og svo framvegis. Þannig að þegar kemur að því að gera upp þetta með hlutfalli veggjalda á móti öðru, þá er ég alveg sannfærður það að sú flýting og sú hagræðing og umhverfisávinningur, öryggisávinningur og annað sem í þessu felst þeirra peninga virði. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Ráðuneytið sagði við okkur í nefndinni að það hefðu verið valin heppileg verkefni í þessa hugmyndafræði, þessa Public-Private Partnership, PPP-verkefni, einka-opinber framkvæmd. Á sama tíma er okkur líka sagt að kostnaður við slík verkefni sé 20–30% hærri. Segjum sem svo að við værum með einhverja almennilega forgangsröðun á verkefnum sem ekki búið að ákveða í samgönguáætlun. Það er forgangsröðun samkvæmt arðbærustu verkefnum, samfélagslega hagkvæmustu verkefnum og svo framvegis. Ef við værum með slíka forgangsröðun, þá erum við augljóslega að segja að þau verkefni eru þau sem eru greidd af sköttum og svo framvegis og eru arðbær notkun á almannafé. Og hvað er að segja að þessi verkefni séu ekki nákvæmlega þar stödd? Og af hverju ætti þá að vera að taka verkefni sem eru arðbær og hagkvæm fyrir samfélagið og rukka 20–30% aukalega fyrir það? Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég þakka fyrir andsvarið líka hér. Ég held eða tel að það í mínu máli þegar ég var að gera grein fyrir meirihlutaálitum, það hafi mjög komið skýrt fram að samfélagslegi ávinningun af því að flýta þessum verkefnum, það er hann sem við erum að leggja áherslu á. Og hugmyndafræðin er svo sama og verið að nota hér í höfuðborgarsvæðinu. Það er verið að leggja veggjöld, það er verið að sjá ekki spjall út í salnum. Það er verið að sjá til þess að þeim framkvæmdum sé flýtt, svipaðri hugmyndafræði og er notuð í þessum efnum. Og við vitum það jú ósku vel að ávinningun af því að geta farið í svona framkvæmdir fljótt og vel og stytt leiðir og annað slíkt, hann er það mikill hvaða ábata sem þið leggið á, hvort það er samfélagslegur, öryggis, loftslagsmálin eða hvað annað, að það réttlætir þessa leið.
Þá veitir andsvar síðara sinn hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það að vissu leyti rétt. Það hægt að réttlæta 20–30% aukinn kostnað fyrir einhverja svona samgönguframkvæmd. Ef að forgangsröðunin endurspeglar slíkan kostnað í rauninni af töfum á uppbyggingu þeirra framkvæmda. Við erum hins vegar ekki með slíka forgangsröðun. Hún bara ekki til staðar. Með þessum verkefnum án samgönguáætlunar. Ef að verkefni það neðarlega á lista að samfélagslegur kostnaður við að geyma verkefni það lengi meiri heldur en 20–30%, þá orðið mjög góð ástæða til þess að leita til einkaaðila til þess að flýta þeim framkvæmdum. En þessar framkvæmdir eru mjög samfélagslega arðbærar og ættu að vera mjög ofarlega á lista þær framkvæmdir sem eru fjármagnaðar með okkar samfélagslega sáttmála samgönguáætlun. Og að draga þær út úr þessari háu forgangsröðun ekkert nema skattahækkun í rauninni, af því að það viðbúnaðurinn hjá samfélaginu, nærsamfélaginu, að það sé verið að fara í þessar framkvæmdir af því að þær eru þjóðhagslega arðbærar. Svarar andsvari síðar sinn hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Þakka andsvarið eina ferðina enn. Það hægt að svara þess á margan hátt. Ég vil til dæmis benda á það að ég fór tiltölulega löngu máli yfir það á hverju hærra verð gæti verið réttlætanlegt. Menn festa sig hér við þessi 20–30% sem eru þá evrópsk reynsla. Ég fór líka yfir það að þessi tilteknu verkefni gætu einmitt hentað til þess að þreifa sig áfram með þessi verkefni vegna þess að það ekki gefið að þessi evrópsku tölur eigi hér við skilyrðislaust. Vegagerðin heldur utan samningana. Forgangsröðunin, hún auðvitað mjög skýr og það alveg ljóst að þeir peningar sem eru til reiðu í vegabætur á landinu eru þó ekki meira en þeir að ef við ætlum í raun og veru að flýta framkvæmdu þá verðum við að leita þessara fjármögnunarleiða. Og ef við tækjum þessar framkvæmdir í ríkisframkvæmd þá erum við bara að fresta einhverjum öðrum. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla hér samvinnuverkefni við framkvæmdir sem bara ávísun á veggjöld og aftur veggjöld. Og ég hreinlega á móti veggjöldum af þeirri einföldu ástæðu að þau eru ósanngjörn skattheimta. Mjög ósanngjörn skattheimta að því leyti til, sérstaklega ef við tökum til eins og hefur komið hér fram að áætlaður kostnaður við þessar framkvæmdir verði 20–30% meiri og þarna verða milljarðar sem þarf að byrja að borga aukalega heldur en að væri gert á vegum ríkisins. Og það sem ég skil ekki í þessu líka af hverju Axarvegur þarna inni, sem ég tel að vera vegur sem ætti bara að vera hreinlega á vegáætlun og það þá færi vegur að setja veggjöld á þennan veg mér gjörsamlega óskiljanlegt og ég spyr hvers vegna í ósköpunum þessi vegur þarna inni. Þá svarar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, andsvari. Herra forseti, þakka þessa fyrirspurn og hún snýst veggjöld, ósanngjörn skattheimta. Sennilega var það þá þegar við innheimtum 50 krónurnar fyrir að aka Keflavíkurveginn gamla sem var lagaður og steyptur upp og allir fögnuðu. Það var ósanngjörn skattheimta og náttúrulega það að stytta Hvalfjarðarleiðina 60 km líka ósanngjörn skattheimta. Ég held að menn hugsi þetta, hv. þingmaður, bara einfaldlega rangt. Öxi ágætis dæmi. Hún styttir leið fyrir þá sem þurfa að fara, auðvitað geta ferðamenn farið þessa og aðrir 70 km og meðalkostnaður á bíl 100 krónur á kílómetrann.
Þannig að styttingin að fara Öxi og borga þar kannski 500.000 krónur sparar vegfarandanum stóra upphæð. Það kostar 7.000 krónur að keyra hina leiðina. Þannig að ég skil ekki hvernig menn fá út úr þetta sé ósanngjörn skattheimta fyrir nú utan öryggi, fyrir utan annað. Og þetta er 4 milljarða króna framkvæmd og hann er hægt að flýta með þessu móti. Og veitir andsvar síðar að sinni, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni fyrir andsvarið, en ósanngjörn skattheimta vegna þess að hún mismunar eftir tekjum. Allir borga sömu greiðslur, en sá sem hæst launaður nota hans tekjum kannski 2, 3, 4 sinnum meira fyrir það sem á lægstu launum með 300.000 krónur útborgaðar. Og þarf kannski að nota og verður kannski að nota viðkomandi veg til að komast úr og í vinnu. Þetta ekki sanngjarnt. Þetta nákvæmlega sama og skeður með til dæmis umferðarsektir sem þetta algjörlega með ólíkindum að 2 einstaklingar þurfa að borga umferðarsekt upp á 100.000 kall, annar með 300.000 krónur á mánuði, hinn með 3 milljónir í mánuði. Og þetta kallast sanngjarnt. Þetta bara langt frá því að vera sanngjarnt og getur aldrei verið sanngjarnt. Ef við getum sett þetta upp þannig að það væri hægt að tekjutryggja þetta þannig að það væri hægt að tryggja það að þeir sem hafa, og svo þeir sem freistast að fara í gegn og hafi gefna að borga, þá bara bíllinn undir. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, þakka andsvarið. Hér annar grundvallar misskilningur á ferðinni. Áður en við hv. þingmenn vorum þingmenn, vorum sennilega með misjafnar tekjur og nú skulum segja við bara ekki samskonar bíl. Við borguðum bensín- og olíugjaldið eftir akstri án tillits til tekna. Við erum búin að gera það áratugum saman. Þannig að það að ætla að fara að agnúast út í þetta og tekjutengja, þá hefði átt að gera það með hitt fyrir löngu síðan. Auðvitað fer einfaldlega þetta eftir akstri og ábatinn, hann augljós eins og ég var að fara yfir áðan. Þannig að ég get ekki séð að þetta eigi við rök að styðjast, þessar áhyggjur af því að veggjöld séu ekki tekjutengd því að þessi, og sem náttúrulega ekki skattheimta, en skatturinn sem við greiðum og höfum greitt bensín- og olíugjaldið hefur aldrei verið tekjutengd. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, mig langar að drepa hér fæti niður í nefndarálitið með leyfi forseta. Framlög til vegagerðar hafa ekki dugað til að mæta aukinni þörf til uppbyggingar vegakerfisins. Ljóst að ýmis brýn verkefni munu ekki komast til framkvæmda á næstu 1 til 2 áratugum nema til komi aðrar fjármögnunaraðferðir. Mig langar að spyrja þingmanninn hvort þetta sé í raun svo ljóst. Þó að ríkið hafi ekki lagt meira til vegagerðar á síðustu árum en raun ber vitni, að það ekki náttúrulögmál heldur ákvörðun sem tekin í þessum sal. Ef að við ákveðum, eins og í þessu nefndaráliti, að þau framlög muni ekki aukast, þá það sjálfsögðu ljóst að það þurfi að leita einhverja annarra leiða, en við getum allt eins ákveðið að það sé ekki leiðin sem við viljum, heldur viljum við einfaldlega að ríkið leggi meira til vegaframkvæmda. Hvers vegna gerum við það ekki? Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, þakka andsvar. Orðin sem hv. þingmaður tilfærir miðast náttúrulega við samgönguáætlun 15 ára. Við höfum hér og nú ekki gerum okkur fulla grein fyrir því hvernig fjármögnun til samgangna verði næstu 15 árin. Þess vegna eru þessar 2 samgönguáætlanir býsna ólíkar og tilhögun gjaldheimtu fyrir umferð yfir höfuð í endurskoðun. Þannig að ég held að þetta standist alveg rýni að setja þetta fram með þessum hætti. Og við erum að horfa til næstu örfára ára, við skulum segja 3 til 5 ára,
Hún verður endurskoðuð eftir innan 3 ára þessi samgönguáætlun, þannig að ég skil ekki áhyggjur hv. þingmanns. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, áhyggjur mínar eru einfaldlega þær að í áliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar er uppgjöf fyrir því að samgöngukerfið eigi að byggja upp á sameiginlegum grunni úr sameiginlegum sjóðum. En mig langar að spyrja út í samspilið við ríkisfjármál. Hér segir í nefndarálitinu þá var því haldið fram að aðkoma einkafjárfesta að samgönguframkvæmdum væri afleiðing ósveigjanlegra lagaumgjarðar opinber fjármál sem kæmi í veg fyrir nauðsynlegar framkvæmdir ríkisins. Og ég næ ekki að lesa alveg út úr því sem fylgir hvort að nefndin taki undir þetta eða ekki. Mér sýnist svona fljótt á litið að nefndin sé sammála þessu, að það sé umgjörð opinberra fjármála sem að stýri þessu. Myndi vilja fá það staðfest frá þingmannum og þá náttúrulega kannski sérstaklega í ljósi þess að þessi kafli endar á því að meirihlutinn leggi áherslu á að við ákvörðun útfærslu verði litið til samræmis við opinber fjármál, hvort að þau séu farin að ráða frekar en metnaður okkar gagnvart almennum ríkisútgjöldum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, fyrirgefðu, og uppgjöf fyrir því að hafa fjármögnunina félagslega í hlutfalli, þá er hún það auðvitað stórlega, þó að við höfum farið út í þessa sem reyndar kalluð tilraun í nefndarálitinu og Vegagerðin lítur svo á. Og ef við höfum haft reynslu af veggjöldum og við höfum haft reynslu af, það var þannig meira að segja að í Hvalfjarðardæminu þá gekkst ríkissjóður undir tvenns konar ábyrgðir, ekki lánaábyrgðir heldur að kaupa skuldabréf ef ákveðnir hlutir gerðust. Þannig að við erum að færa þetta yfir í nýtt form með þessu og treystum því. Hvað varðar þessa varnagla sem eru í nefndarálitinu, jú, við viljum fá þetta á hreint og við hvetjum líka til þess að lög séu yfirfarin til þess að þau séu skýr verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, þannig að kostnaðarskipting framkvæmda sem falla undir þessar áætlanir séu skýrar, vegna þess að það veitir ekki af því að hlutirnir séu í lagi. Andsvörum lokið. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég mæli fyrir minnihlutaáliti 1. minnihluta sem í eru hv. þingmaður Bergþór Ólason, formaður umhverfis- og samgöngunefndar og sá sem hér talar. Við höfum ýmsar athugasemdir við álit þetta frumvarp og álit meirihlutans og ég ætla að kynna þau sjónarmið hér í þessari ræðu. Það er í fyrsta lagi tökum við auðvitað undir það að það er mjög mikilvægt að fara í átak í samgöngumálum og finna leiðir til þess, skynsama leiðir til þess og það er mikilvægt að finna fé til þess að auka þessar framkvæmdir, sérstaklega til vegamála. Við gerum athugasemdir við hlutlæga ábyrgð sem finna má í frumvarpinu. Við gerum einnig athugasemdir við lögveðsréttinn sem er í þessu frumvarpi. Við gerum athugasemdir við leiðina til að auka fjármagnið. Við bendum á aðra leið sem við teljum vera skynsamari að mörgu leyti. Við gerum athugasemdir við verkefnavalið og framsetningu frumvarpsins í heild sinni. Það er að segja sem vera að velja þessi 6 verkefni. Þau eru mjög ólík og mismunandi og einnig þessi framsetning. Við teljum frekar að þetta
hefði átt að setja þetta í ákveðna rammalöggjöf og síðan ættu verkefnin þegar þau voru komin á það stig að hljóta samþykki hér á þingi til að fara í þetta ferli sem hér er lagt til, sem að mörgu leyti ágætt og við styðjum nú svona kannski grunnhugmyndina að mörgu leyti. Við gerum kannski alvarlegustu athugasemdir við veggjöldin sjálf, þar að segja okkur finnst þau illa útfærð. Við gerum athugasemdir hvernig þetta er raunverulega sett af stað. Þessu vagni er ýtt af stað, honum er ýtt af stað án þess að raunverulega sýna á spilin. Ríkisstjórnin er ekki að sýna á spilin en ýtir samt þessari veggjaldahugmynd verulega af stað með þessu frumvarpi og fleiri frumvörpum. Henni er ýtt úr vör og spilin er ekki sýnd. Almenningur, vegfarendur, bifreiðareigendur vita ekki á hverju þeir eiga von og í raun og veru ekki við heldur. Þetta er óskýrt og ég hef áður í ræðu hér bent á það að mín skoðun er svo að þessi veggjaldahugmynd yfir höfuð ætti að koma hér í einu heildstæðu frumvarpi þannig að við gætum séð þessi spil sem ríkisstjórnin hefur kannski á hendi eða er að leita að minnsta kosti og í staðinn fyrir að koma með þessa óskýru framsetningar svo í þessu frumvarpi og fleiri stjórnarfrumvörpum sem liggja hér til afgreiðslu núna og ég mun nefna það í minni ræðu en ég ætla að fara yfir nefndarálitið. Í frumvarpi þessu er Vegagerðinni veitt heimild til þess að semja við einkaaðila samvinnuverkefni ákveðnar samgönguframkvæmdir sem tilgreindar eru í lögunum. Heimilað er að fjármagna framkvæmdirnar hluta öllu leyti með gjaldtöku á umferð mannvirki sem samvinnuverkefni nær til. Við lok samningstímans er gert ráð fyrir að mannvirkin verði eign ríkisins án sérstaks endurgjalds og það er þá sett inn í frumvarpið hámark 30 ár hvað það varðar. Ég vil minna á það að Hvalfjarðargöngin voru samningstíminn þar var 20 ár og þótti kannski mörgum nóg sérstaklega íbúum á Vesturlandi, Akranesi, Borgarnesi og þar. Mönnum fannst nóg þetta var umferðarmikið og þannig að ég geri svona athugasemd, auðvitað kannski má segja að það eigi að vera eitthvað hámark en að gefa boltan upp svona 30 ára þá er ég svolítið hræddur það að það verði þá bara viðtekin venja að setja þessar framkvæmdir í 30 ára endurgreiðsluferli áður en ríkið tekur yfir. Þannig að þarna er verið að gefa upp ákveðinn bolta hvað þetta varðar. Og við höfum ekki séð svona gjaldtöku áður 30 ára. Það er 20 ár í Hvalfjarðargöngum og Reykjanesbrautin var það var ekki mörg ár. Kannski 10 eða innan við 10. Aðrir kannski hafa þær upplýsingar á takteinum. Það skiptir íbúa hér á landi verulegu máli og fátt skiptir meira máli en greiðar samgöngur. Enda landi stórt og löngum erfitt yfirferðar. Því að framfæri í samgöngumáli verði svo áskorun sem stjórnvöld standa frammi fyrir á hverjum tíma, ekki síst til að standa kröfur íbúa, annars vegar í dreifbýli, þar sem oft eru yfir erfiða farartálma að fara og hins vegar og ekki síður hér á höfuðborgarsvæðinu, þar sem íbúum hefur fjölgað ört á nokkrum áratugum en helstu samgönguæðar markast ofta byggð sem reis við allt aðra aðstæður fyrir mörgum áratugum síðan. Engum sem fer vegi landsins dylst að Vegagerðin hefur ekki fylgt síauknum umferðarþunga samfara mikilli fjölgun ferðamanna. Framkvæmdir hafa ekki staðist kröfur tímans, ekki síst kröfur íbúa bættar samgöngur um allt land til að sækja atvinnu og ekki síður heilbrigðisþjónustu. Að mati minnihlutans, okkar hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar, er bráðnauðsynlegt og löngu tímabært að ráðast í viðamikið átak í vegaframkvæmdum. Auka þarf framkvæmdahraða helstu vegabóta vítt og breitt um landið. Framlög til samgöngumála hafa ekki dugað til að uppfylla væntingar íbúa og koma til móts við kröfur samtímans. Við leggjum áherslu á að framkvæmdum í samgöngum verði forgangsraðað
með tilliti til hagkvæmni, jafnræðis milli landshluta, byggðasjónarmiðum og sjónarmiðum öryggi. Lögð er áhersla á að stækka einstök atvinnusvæði, rjúfa einangrun og greiða leið íbúa til að sækja þjónustu, ekki síst heilbrigðisþjónustu, án tilliti þess hvar á landinu þeir búa. Við gerum athugasemdir við hlutlæga ábyrgð og teljum að gjalda beri varhug við því að leiða í lög hlutlæga ábyrgð eiganda eða umráðamanns ökutækis á greiðslu vangoldinna veggjalda. Það er kröfu sem stofnast vegna háttsemi annarra. Gæta verið að því að slík ábyrgð getur verið afar ósanngjörn. Þannig er eigandi eða umráðamaður ökutækis að lokum ábyrgur fyrir greiðslu veggjalds þótt ökumaður sé annar og á það einnig við bílaleigur og kaupleigufyrirtæki. Innheimtu kostnaður og umsýsla er lögð á herðar þess sem hlutlæga ábyrgðina ber, þar að segja eiganda ökutækisins, í stað rekstraraðila samgöngumannvirkis, sem oft á tíðum og ætla má að sé einkaaðili samkvæmt frumvarpinu. Okkur finnst þarna verið að veita þessum aðilum mikið hagræði við innheimtu þeirra krafna sem stofnast þegar ekið er veggjaldahliðin og viðkomandi greiðir ekki strax eða fer í gegn á þess að nota lykla eða hvað sem það er sem þarf. Þá er ábyrgðin sett á herðar eiganda ökutækisins. Til þess þurfa að vera mjög veigamikil rök að okkar mati. Mjög veigamikil rök. Og þegar þetta er vegið upp á móti þeirri staðreynd að í langflestum tilvikum eru framkvæmdaraðilarnir og þeir sem eru að innheimta veggjöldin samkvæmt þessu frumvarpi eru einkaaðilar, að þá finnst okkur langt gengið, frú forseti. Einnig er í frumvarpinu innheimtuaðila, þar að segja sama aðila, veitt það hagræði að veggjöld hvíli sem lögveð á ökutæki og það í þágu einkaaðila sem oftast myndi vera innheimtuaðili veggjalda, eins og ég gat hér áðan. Við gerum alvarlegan athugasemdir við að einkaaðila sé veitt slíkt hagræði enn og aftur og forgangsréttur til innheimtu á kröfum sínum. Þar að segja, það er ekki einungis þessi hlutlæga ábyrgð sem ég var að nefna, heldur verið einnig veitt það hagræði að veita aðilanum, innheimtuaðilanum, lögveð í ökutækinu. Slíkt á ekki við, þar að segja lögveðið, nema í algjörum undantekningartilfellum. Algengt er að kröfur ríkisins sé veittur þessi réttur til að auðvelda innheimtu á gjöldum í ríkissjóð, eins og flestir þekkja, og dæmi að einkaaðilum sé veittur sami réttur, til dæmis til innheimtu á iðgjöldum skyldutrygginga ökutækja. En af hverju er það? Af hverju skyldi það vera varðandi tryggingarnar? Þar eiga við veigameiri rök og önnur rök vegna þess að almannaöryggi veltur auðvitað á því að öll ökutæki í umferðinni séu tryggð ábyrgðartryggingu. Það er almannaöryggi. Það er til að koma í veg fyrir það að saklausir vegfarendur lendi í umferðarslysi og hinn aðilinn sé ótryggður. Þetta er almannaöryggi. Þar eiga þau rök við. Í þessu tilviki er verið að veita innheimtu hagræði aukið forgangsréttur til lögveðs í ökutækinu vegna veggjalda sem hver er að innheimta? Einkaaðili. Við gerum athugasemdir við þetta í 1. minnihluta, frú forseti. Við bendum einnig á aðra leiðir til að auka fjármagn til samgönguframkvæmda og við teljum nokkrar leiðir séu færar til að auka fjármagn til samgönguframkvæmda þegar ráðist var í það viðamikla verkefni að brúa jökulfljótin á Suðurlandi hérna fyrir, ætla að sé ekki orðið, það er 50 ár. Já, það eru 47 ár síðan, eitthvað slíkt.
Þá var leitað til íbúa landsins fjármögnun og þeim seld verðtryggð skuldabréf og var þátttaka mikil meðal landsmanna í þeirri fjármögnun. Þar var undir þjóðarátak að klára Hringveginn. Núna erum við að fara í nokkurs konar þjóðarátak sem sambærilegt við þetta átak til að brúa Jökulfljótið. Við erum að fara að bæta og laga mjög bágborið vegakerfi. Mjög bágborið. Og með aukinni umferð er það ekki einungis til trafala, heldur beinlínis hættulegt. Nú stundir bjóðast afar hagstæð kjör á lánamörkuðum og þá sérstaklega til ríkja. Minnihlutinn telur að unnt sé að ráðast í brýnar og hagstæðar framkvæmdir á hagstæðum kjörum með lægri kostnaði en oft áður. Sérstaklega freistandi fyrir ríkisvaldið að fjármagna framkvæmdir með hagstæðum lánum þegar nú kreppir á atvinnumarkaði. Farartálminn á þeirri leið í raun einungis framkvæmdageta verktakafyrirtækja. Við teljum að fjármögnun samsvarandi framkvæmda af hálfu einkaaðila geti orðið umtalsvert dýrari sem kemur þá niður á notendum vega í hærri veggjöldum. Við teljum að betur færi á því að frumvarpið yrði útfært sem rammalöggjöf framtíðarverkefni. Alþingi gæti síðar ályktað að tiltekin verkefni féllu undir þá löggjöf í stað þeirra leiða sem lögð til, það að festa heimild til samninga tiltekin samvinnuverkefni í lög. Sum þeirra verkefni sem eru tilgreind í frumvarpinu eru ekki sérstaklega hentug sem slík verkefni. Heldur þau hefðbundin og heppileg viðfangsefni fyrir vegagerðina almennt séð. Hver eru þessi verkefni? Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að stórar og vel skilgreindar nýframkvæmdir sem bjóða einkaaðilum tækifæri til nýsköpunar í hönnun og byggingu henti vel sem samvinnuverkefni. Í þjóðhagslegu tilliti sé það grundvallaratriði að aukinn ábati vegna nýsköpunar og vinnulags yfirvinna aukinn kostnað. Lagning Sundabrautar og tvöföldun Hvalfjarðarganga eru sérstaklega nefnd í dæmaskyni sem hentu samvinnuverkefni enda stórar og kostnaðarsamar nýframkvæmdir þar sem undirbúningur er ekki hafinn og mikið svigrúm til að nýta einkaframtakið við útfærslu og nýsköpun og hönnun. Verkefni 6 sem tilgreind í frumvarpinu ólík og mögulegu tímarammi þeirra gjörólíkur. 3 verkefnina, það er að segja Hornafjarðarfljót, ný brú yfir Ölfusá og vegur um Öxi, eru öll þeirra gerðar að hægt er að ráðast hratt í framkvæmdir, en samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er raunhæft að þau komist öll af stað á næstu 2 árum. Hornafjarðarfljótið, brúin yfir Ölfusá og vegur um Öxi. Hönnun fyrstnefndu 2 framkvæmdanna, það er að segja Hornafjarðarfljóts og Selfoss-Ölfusárbrúna, er nánast lokið. Umhverfismati lokið og veglína komin inn á staðfest skipulag. Þá er fyrsti áfangi hringvegar Hornafjarðarfljót nú þegar hafinn. Undirbúningur framkvæmdum Öxi er aðeins skemur á veg kominn en þar er verkhönnun ekki lokið. Hin 3 verkefnin þurfa lengri undirbúningstíma. Hringvegur Mýrdal og jarðgöng í Reynisfjalli eru tiltölulega framarlega í undirbúningsferli og umhverfismati í gangi. Málefni Sundabrautar er svo sérstakur kafli í öllum skilningi þess orðs, mjög sérstakur, því að það hefur þolað miklar tafir og það er nú kannski vægt til orða tekið að tala miklar tafir, því að það er talið í áratugum og enn sér ekki fyrir endan á að verkefni komist af stað og tvöföldun Hvalfjarðarganga er ekki aðkallandi í nánustu framtíð. Að þessu sögðu er ekki annað hægt en að gagnrýna að þessum verkefnum, öllum þessum 6 verkefnum, sé stillt upp með frumvarpinu sem atvinnuskapandi framkvæmdum í samhengi við heimsfaraldurinn sem nú gengur yfir. Það er auðvitað ekki réttur rökstuðningur
þegar litið eftir þessar 6 verkefna að þetta sé nauðsynlegt að hrinda þessum 6 verkefnum í framkvæmd vegna heimsfaraldurs, frú forseti. Það er bara alls ekki rétt. 2 þessara verkefna eru í töluverði framtíð. Minnihlutinn telur einnig þau verkefni sem langt á veg komin ekki falla hugmyndafræði frumvarpsins samvinnuverkefni í vegaframkvæmdum, enda enginn sýnilegur ábati af aðkomu einkaaðila á þessu stigi. Við gerum athugasemdir, frú forseti, við óskýrleika í kringum framsetningu á veggjalda-hugmyndinni í þessu frumvarpi og fleiri frumvarpum og bendum á að hún er að miklu leyti óútfærð og fullkomin óvissa ríkir fjárhæð veggjalda bæði í einstökum tilvikum og almennt. Nauðsynlegt er að kveða skýrt á viðmiðunarfjárhæð veggjalda sem fyrst og að nánar verði fjallað útfærslu afsláttarkjara. Við leggjum sérstaka áherslu á að lækkaðar álögur á bifreiðaeigendur til móts við þau gjöld. Við reyndar leggjum ofuráherslu á það að veggjalda-hugmyndin verði ekki til þess að auka álögur almennt og í heild á bifreiðaeigendur. Að það verði nauðsynlegt ef þessi hugmynd fer í framkvæmd að aðrar álögur verði þá lækkaðar til samræmis. Þegar þessi leið er útfærð betur teljum við að forðast þurfi margfeldisáhrif innheimtu af þeim sem þurfa að fara mörg veggjaldahlið, til dæmis til að sækja þjónustu til höfuðborgarinnar. Í þessu samhengi má nefna að miðað við tilgreind verkefni munu íbúar á Höfn í Hornafirði þurfa að greiða gjald fyrir að aka 3 gjaldskýrð samgöngumannvirki til að komast til höfuðborgarinnar. 3 mannvirki. En öll sagan er ekki sögð vegna þess að ef veggjöld verða einnig innheimt hér á höfuðborgarsvæðinu og helstu stofnbrautum, þá gæti Hornfirðingurinn þurft að halda áfram að greiða veggjöld þegar inn í höfuðborgina væri komið og þannig að það gæti orðið þá 4 og hugsanlega fleiri. Og íbúar Akranesi og allir sem koma vestan og norðan þurfa að greiða veggjöld að minnsta kosti 2 sinnum miðað við þessar hugmyndir. Fyrsti minnihluti gerir athugasemdir við að vinna við útfærslu á framtíðarfyrirkomulagi gjaldtaka og umferð sé ekki lengra komin en raunin er og telur að mikilvægt sé að sú vinna liggi fyrir þegar teknar eru ákvarðanir í samgöngumálum sem tengjast samvinnuverkefnum vegaframkvæmdir. Við teljum reyndar þetta vera mjög brýnt að þessi veggjaldahugmynd sé skýrð fyllilega fyrir skattgreiðendur. En kom ekki svona í smábitum inn í þingið í mörgum ólíkum frumvörpum og stjórnarþingmálum og án þess að það verði rætt hér heildstætt. Í fleiri málum stjórnvalda en í þessu frumvarpi samvinnuverkefni má þessa myndi finna hugmyndir gjaldtöku og ég ætla að nefna þau hér í minni ræðu, frú forseti. Í frumvarpi til laga heimild til að stofna opinbert hlutafélag uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu er að finna fyrirætlanir slíka gjaldtöku í e-lið 3. greinar þess frumvarps, þar sem segir að hlutverk og verkefni félagsins sé meðal annars að innheimta flýti- og umferðargjöld á höfuðborgarsvæðinu sem ákveðið verði með lögum að leggja slík gjöld á og byggja upp innviði slíkrar innheimtu. Þarna eru fyrirætlanir innheimtu þessara umferðargjalda hér á höfuðborgarsvæðinu. Í nefndaráliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar tillögu til þingsályktunar til 5 og 15 ára sem er hér einnig til meðferðar innan þings á þessari stundu segir í kafla jarðgöng. Nefndin styður einnig þá framtíðarsýn að bein framlög úr samgönguáætlun og jarðgangaáætlun standa undir hluta framkvæmdakostnaðar jarðganga og að gjaldtaka af umferð fjármagni
gjaldtaka umferð fjármagni hluta auk þess sem hún greiðir fyrir rekstur og viðhald ganganna. Þarna þriðja hugmyndin til meðferðar hér í þinginu núna, þar að segja hugmyndum gjaldtöku í jarðgöngum. Þannig að eðlilega segi ég, frú forseti, að mér finnst þetta æði brotakennt og ég tel mig hafa ýmis rök fyrir því. Af hverju ekki að koma fram hérna með heildstætt frumvarp gjaldtöku? Eitt frumvarp sem getur rætt hérna. Nei, í stað þess ríkisstjórnin með þrjú mismunandi þingmál. Öll núna til meðferðar. Og hver umræðan út í samfélaginu? Hún næsta lítil. Af hverju? Af því fólk tekur ekki eftir þessu. Fólk hefur ekki tekið eftir þessu. Þetta núna fyrir þinginu. Það því víða sem á finna hugmyndir stjórnvalda gjaldtöku af umferð og greinilegt að þær eins ólíkar og þær eru margar. Á höfuðborgarsvæðinu ganga gjaldtöku hugmyndir út á að innheimta gjöld innan höfuðborgarsvæðisins, svokölluð flýtigjöld sem áður voru kallað tafagjöld, og eitt af markmiðunum að takmarka umferð götur borgarinnar og leitast við að beina borgarbúum í svokallaða borgarlínu. Þannig að þarna markmið reyndar allt annað heldur en í hinum tveimur tilvikunum. Nú uppi hugmyndir gjaldtöku fyrir notkun jarðganga óháð þeirri leið sem fjallar í þessu frumvarpi samvinnuverkefni sem enn ein útfærsla gjaldtökunnar. Fyrsti minnihluti telur reyndar að för jarðgöng sem dæmi til að stytta leið feli í sér gæði sem eðlilegt að greitt sé fyrir af notendum, sér í lagi ef kostur á annarri leið, en fyrsti minnihluti hefur athugasemdir við mjög svo óskýra framsetningu gjaldtöku hugmynda stjórnvalda í samhengi við þau fjölmörgu mál sem ég hef hér reifað í minni ræðu. Við vörum við þessum ólíku hugmyndum gjaldtöku í vegakerfinu og teljum, fyrsti minnihluti telur, að á meðan öll útfærsla í þessari þoku geri þessar hugmyndir einungis ógagn og flæki málið. Stjórnvöld ættu að leitast við að skýra þessar hugmyndir betur áður en lengra haldið. Nú hef ég lokið yfirferð yfir nefndarálitið og í aðalatriðum höfum við verið að gera athugasemdir við veggjöldin, framsetningu þeirra, brotakennda framsetningu. Við höfum verið að gera athugasemdir við frumvarpið í heild sinni, þar að segja þessi verkefni sem þarna lagt til, að þau eru mjög ólík og okkur finnst þau ekki raunverulega eiga að vera saman í þessum hóp sem frumvarpið fjallar Þau eru það ólík og á mjög mismunandi stigum. Sum eru nánast hægt að hefja þau, eins og Hornafjarðarfljótið og Ölfusárbrú, nánast hægt að vinda sér í þau. Önnur í fjarlægri framtíð, eins og Hvalfjarðargöng og Sundabraut sérstaklega, sem við bíðum auðvitað óþreyjufullir eftir að komist hér, og auki öryggi í umferð í kringum höfuðborgina, stytti leiðir og raunverulega auki verðmæti byggingalands hér í nágrenninu á leiðinni upp í Mosfellsbæ, alveg hiklaust verið að hefta framvindu þróunar hér á höfuðborgarsvæðinu með því að stífla og koma í veg fyrir svona brýna framkvæmdir eins og til dæmis Sundabrautin er. Þannig miðflokkurinn hefur það á stefnuskrá sinni að Sundabrautinni verði hrint af stað leið og hægt og unnt er. En að svo sögðu þá, og svo hefðu við athugasemdir við lögveiðin og hlutlægjuábyrgðina. Okkur finnst kannski ansi vel í lagt, frú forseti, að einkaaðilum
veittur svona mikið hagræði í sínum innheimtuaðgerðum gegn þeim sem einhverra hluta vegna greiða ekki gjald við þessi gjaldhlið sem fyrirhugaðar eru. Okkur finnst það kannski vel í lagt að einkaaðilum sem í mörgum tilvikum sé gert ráð fyrir að sinna þessu, að þeim sem veitt þetta hagræði. Við erum kannski í raun og veru ekki á móti þessu hagræði í mörgum tilvikum og skiljum vandamálið varðandi innheimtu veggjalda í gegnum gjaldhlið, en að þarna er innheimtuaðili, honum er veitt mjög mikið hagræði og forgangsréttur gagnvart öðrum kröfum, hlutlæg ábyrgð. Okkur finnst að menn þurfa að fara mjög varlega í að útdeila þessum gæðum án mikillar umhugsunar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, hv. þingmaður minntist á dálítið áhugavert atriði í ræðu sinni varðandi veggjöld og að það væru 3 mál í nefndum þingsins núna og fyrir á dagskrá Alþingis sem að fjalla að einu eða öðru leyti veggjöld af einhverju tagi. En öll þau mál fjalla einnig líka það hvernig þetta eru ekki almenn veggjaldarmál og vísa alltaf í einhvern starfshóp og eitthvað svoleiðis sem verið að reyna að hugsa þetta á heildstæðan hátt varðandi orkuskipti og ýmislegt svoleiðis, en koma samt með svona smá veggjaldamál hér og þar, án þess að það sé kannski þörf á því á einn eða annan hátt. Og mér langaði til þess að bara vekja athygli á þessu í einmitt umræðunni, í þessu svona stærra samhengi, að í til dæmis þessu máli verið að koma á þessum notendagjöldum fyrir einstaka framkvæmdir sem við þekkjum bæði í Vaðlaheiðargöngum og í Hvalfjarðargöngum og gefist í rauninni bara mjög vel og mjög illa. Nú sikur endinn þar á varðandi framkvæmdina eins og hún gekk fram og allt svo framvegis. Í Vaðlaheiðargöngum var verkefni neðarlega á forgangsröðunarlista togað ofar og það má svo sem skoða hugmyndir það hvernig arðbærnin hefði átt að skila sér til notendana. Það að einhverju leyti réttlætanlegt fyrir utan það hversu mikið það fór síðan fram yfir og áætlanir stóðust ekki og aðferðafræðin við það að ákveða það var frekar pólitísk, frekar heldur en fagleg. Og á nákvæmlega þessum nótunum við einmitt að reyna að réttlæta, þeir sem leggja málið fram, reyna að réttlæta þessi veggjöld að þessu í raun og veru arðbær fyrir notendur. Án þess þó að sé útskýrt einmitt hvernig það verið að hversu langt neðarlega rauninni á forgangsröðunarlista þessi verkefni eru. Hvernig rauninni ekki skattekjur sem eru þegar að greiða sem að greiða fyrir þessar framkvæmdir. Þá andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa athugasemdir sem ég held að séu, en ekki bein spurning. Þetta það að segja, raunverulega, ég get endurtekið það sem ég sagði í minni ræðu, það auðvitað athyglisvert og ég vakti nú athygli á því áðan að hér eru 3 stjórnmál sem fjalla eða gefa í skyn að það sé fyrirhugað að fara í innheimtu veggjalda. Það er alveg rétt, en það virðist vera, og ég tek undir með hv. þingmanni að mörgu leyti og þakka Björn Leví Gunnarssyni hv. þingmanni fyrir þessar athugasemdir. Það auðvitað athyglisvert að þetta ekkert í umræðunni núna. Það virðist ekkert vera í umræðunni, þessi veggjöld. Þrátt fyrir það að hér liggja þrjú stjórnarþingmenn sem gera ráð fyrir veggjöldum. Varðandi rökstuðninginn, þá hann einnig brotakenndur, ég tek undir það, sem ég held að hv. þingmann hafi verið að fara, að það verið að eins og hérna í Reykjavík, þá alveg greinilega verið að tefja umferð og beina umferð eitthvað annað
þar að segja að menn eigi að nota almenningsvagna frekar heldur en að aka einkabílunum, og hugmyndir bak við veggjöldin hér hafa kannski annan tilgang, virðist vera. Varðandi jarðgöngin, að þá virðist tilgangur vera sá að flýta fyrir jarðgangagerð. Eðlilega, það nú spurning öryggi, það spurning að stytta leiðir. Varðandi þetta verkefni, þá það að reyna að flýta framkvæmdum, og þar ég kannski sammála hv. Pírötum með það að það ef til vill ódýrara nú stundir að ríkið fjármagni þetta og takir lán vegna þess að þau eru ódýr, í staðinn fyrir að veita einkaaðilum skotleyfi á það að rukka af menn. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, 2 atriði, andsvör og stafangar. Til að byrja með þá pínur svona fundarstjórn að vera fundarstjórn og spara þann lið að andsvar ekkert endilega spurning. Það þarf ekkert að spyrja spurningar, maður getur bara komið og verið með ákveðna athugasemd umræðu og viðkomandi þingmenn geta svarað því eða komið með einhverjar staðhæfingar á móti og svo framvegis. Þetta búið að vera í svona smá umræðun undanfarið það var ekki neinar spurningar spurðar eða eitthvað því nýtt, og það bara í fína lagi. Hitt síðan varðandi stafangar. Ég fékk, það var sem sagt aðili frá Stavanger sem hafði samband við mig og sendi mér sem sagt gögn greiðslur í þessar svokölluðu bommur eða sem sagt veggjaldahlið, sjálfkrafa veggjaldahlið sem eru þarna í Stavanger til dæmis. Og fyrir umferð, fyrir greiðslur í þessi veggjöld í Stavanger fyrir rauninni bara að fara í og úr vinnu yfir heilt ár, tekið saman yfir hvern mánuð og hver einastu færslu, það voru mjög góð gögn sem að koma þarna. Þetta fá þetta bara útbrentað frá sem sagt þeim sem að rukka svona fyrir og svoleiðis, mjög fínt. Að þá, ef að upphæðirnar voru taldar saman, að þá voru þær hærri heldur en viðkomandi greiddi í bensínkostnað fyrir allt árið. Leyfðu þess aðeins að svona síga inn í vitund fólks. Upphæðirnar sem voru greiddar í veggjöld til að fara í og úr vinnu, þannig í kringum Stavanger, voru hærri heldur en viðkomandi borgað í bensín fyrir allt árið. Og þetta það sem þangað sem við viljum fara, það? Ég segi nei. Svara andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir þessar hugleiðingar, ef ekki orðað það þannig. Ég velti fyrir mér á þessu tilefni og held áfram með það sem ég var að segja áðan, að við teljum nú stundir það geti verið ódýrara fyrir skattborgara landsins að ríkið taki lán fyrir framkvæmdunum. Þess að lán bjóðast núna á mjög góðum kjörum og við sjáum ekki alveg, það reyndar í nefndaráliti meirihlutans sem ég fann nú ekki á augabragði, en það kemur fram raunverulega ástæðan og mér finnst hún ekki nógu öflug, þessi ástæða. Af hverju er verið að veita einkaaðilum þessi verkefni á þann hátt sem hér er gert ráð fyrir? Því að það gefur augalega, þau þurfa að taka lán fyrir því á hærri vöxtum. Þannig að þarna einhver mismunur sem ber vexti í 30 ár. Þetta eru stórar upphæðir þegar allt er talið, alla leiðina. Þannig að þetta verður dýrara fyrir gjaldendur, veggjald og ríkið í einhverju tilvikum. Þannig að við áttum okkur ekki á þessu. Ástæðan var sögð vera sú að þetta myndi ýta undir nýsköpun. Já, þeir fyndu ódýrari lausnir. Já, en þetta er svo mikla fjármuni að ræða að ég er ekki alveg að sjá að það vinni upp og vegi upp á móti. Ég sé ekki ef að ríkið tekur 5 milljarða að láni með 1% vöxtum og býður síðan út brúargerð. Svo kemur einkaaðilinn og gerir brúna. Ríkið gerir ákveðna kröfu hvernig brúin á að vera sjálfsögðu, þannig að það breytist ekki neitt.
Þannig að ég sé ekki alveg að ég óttast að þetta verði dýrara fyrir notendur og sérstaklega núna þegar vextir eru svona lágir, sérstaklega núna. Andsvörum er lokið. Til máls tekur framsögumaður 2. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, hér er fjallað nefndarálit 660.002 mál, frumvarp til laga samvinnuverkefni vegaframkvæmdir. Við höfum nú hlýtt á nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar auk álits 1. minnihluta. Hér verður rakið í stórum dráttum sérálit 2. meirihluta nefndarinnar sem er að finna á þingskjali 1743. Í upphafi þá átelur 2. minnihluti stjórnvöld harðlega fyrir að hafa vanrækt samgöngukerfi landsins þar sem af þessu kjörtímabili á tíma mikils uppgangs á öllum sviðum. Við höfum lifað velsæld og gestakomur ferðamanna úr öllum heimshornum. Gestakomur hafa verið fordómalausar og álag á alla innviði landsins hefur auðvitað aukist samhliða. Víða er komið að og yfir þolmörk að því leyti til. 2. minnihluti gagnrýnir stjórnvöld fyrir að hafa með andvara og ráðaleysi vanrækt algjörlega að sinna þessum innviðum á uppgangstímum. Tækifærin hafa verið þarna. Forgangsröðunin hefur ekki verið í þessa átt. 2. minnihluti vill undirstrika og áréttar leggur á það áherslu að góðar samgöngur eru þjóðhagslega hagkvæmar og skila sér hratt og örugglega til baka með auknu umferðaröryggi, styttingu leiða, fækkun slysa og jákvæðum umhverfisáhrifum. Brýn þörf er á tafarlausu og stórfelldu átaki í uppbyggingu innviða á hagkvæman hátt og af almennri góðri skynsemi. Svo þessum markmiðum verið náð telur 2. minnihluti alls ekki þörf á þeirri lagasetningu sem boðið er upp á og boðuð er með frumvarpi þessu. Það er að farin verði svokölluð PPP-leið eða með leyfi forseta Public-Private Partnership. Markmiðunum er hægt að ná með mun hagkvæmari, skilvirkari og skjótari aðferðum svo að samfélagið við öll sameiginlega notendur og skattgreiðendur njóti góðs af, hafi af því mikinn ávinning. Þessu til áréttingar vekur 2. minnihluti athygli á 40. grein laga opinber fjármál frá árinu 2015 en þar er fjallað heimildir ríkisaðila til samningagerðar kostnaðarsamar framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni til lengri tíma en 5 ára. Að fengnu samþykki vitaskuld, að fengnu samþykki Alþingis. Í athugasemdum greinargerðar við lagaákvæðið í frumvarpinu sem varð síðan að lögum opinber fjármál er fjallað hvað teljist kostnaðarsamar fjárfestingar í þessu sambandi. Fram kemur að það sé háð mati hverju sinni, þá sé sérstaklega þegar umræðir umfangsmikla samninga og flókna verkþætti, til dæmis gerð vegganga. Þá segir jafnframt í sömu greinargerð með lögunum að þar sem fjármálaáætlun nái hið minnsta til 5 ára sé eðlilegt að lagaheimild sé áskilin til fjárfestinga af því tagi, til að mynda heimild í fjárlögum. Á það er jafnframt bent að ef sé að ræða flókin og margsamsett, dýrt og umfangsmikið verkefni, til dæmis er nefnt til sögunar bygging sjúkrahúss í einkaframkvæmd, þá sé eðlilegt að slíkt samþykki byggi á lagaheimild í almennum lögum. Þau samvinnuverkefni sem frumvarp þetta veitir heimild til samningsgerðar eru af því tagi að þau teljast ekki til flókinna og umfangsmikilla samgönguframkvæmda, að undanskildum þeim framkvæmdum sem tilgreindar eru í D- og F-lið annarrar málsgreinar 1. greinar frumvarpsins, það er tvöföldun Hvalfjarðarganga og lagning Sundabrautar.
Hönnun þeirra og undirbúningur er ekki hafinn og verkefnin kæmust væntanlega ekki á framkvæmdastig fyrr en í fyrsta lagi eftir 4 til 5 ár. Hin verkefnin 4 sem tilgreind eru í 2. málsgrein 1. greinar eru einfaldlega hefðbundin vegagerðarverkefni sem löng reynsla er fyrir hendi á Íslandi, margreynd við íslenskar aðstæður og kostnaðurinn algjörlega fyrirsjáanlegur. Fátt virðist því koma í veg fyrir að hagkvæmasta leiðin verði farin annað en staðfastur ásetningur stjórnvalda að nýta sér kostnaðarsamari valkost sem bitnar beinlínis á almenningi, skattgreiðendum í landinu. Í þessu sambandi bendir 2. minnihluti á að sú röksemdafærsla er kunn, að ríkissjóður hafi ekki svigrúm til þess að setja meira fé í innviðauppbyggingu, meðal annars vegna ákvæða í lögum opinber fjármál. Með öðrum orðum, ósveigjanlegar fjármálareglur komi í veg fyrir nauðsynlegar framkvæmdir ríkisins. Til að komast fram hjá þessari spennitreyju er farið með verkefnin út fyrir sviga. Í stað þess einfaldlega að breyta fjármálareglunum með sérákvæðum í tilvikum sem eins og hér og þar sem aðstæður eru eins og þessar og verkefnin eru af þessum toga. Eins og að framan greinir þá er það mat 2. minnihluta að þær fjármögnunarleiðir sem ráðgerðar eru í frumvarpi þessu séu óheppilegar á grundvelli samfélagslegra hagsmuna og í fjárhagslegu tilliti. Þau 6 verkefni sem kveðið er á í frumvarpinu eru mjög ólík að stærð og umfangi, til dæmis hvað umferðarálag snertir. Þrátt fyrir það eru þau öll sett undir sama hatt sem samvinnuverkefni. Í nefndaráliti meirihlutans kemur fram að öll hagkvæmnisrök mæli með því að útfærsla þessara verkefna verði sambærileg allt land. Verkefnin eru sem fyrr greinir afar ólík að umfangi. Sem dæmi það hversu hratt og óvandaður undirbúningurinn er, hve fljótaskriftin er mikil, þá liggja raun ekki fyrir nákvæmar upplýsingar umferðarþunga, til dæmis á Axarvegi. Þar er áætlað að fari daglega 220 bílar. Það er áætlun, það er ekki búið að mæla þetta, það er ekki búið að gera nákvæmari könnun en það. Áætluð dagleg umferð við opnun á hringvegi norðaustur Selfoss og brú yfir Ölfusá er aftur á móti 5.500 bílar. Í ljósi þess að framkvæmdirnar skulu vera greiddar að fullu eftir 30 ár, samanber 3. grein frumvarpsins og gjaldtöku hætta þeim tíma liðnum, þá liggur beinast við að álykta sem svo að annaðhvort hljóti veggjöld að verða þeim mun hærri á Axarvegi eða að ríkissjóður taki að mestu leyti að sér fjármögnun og þarna blasir við einhvers konar mismunum. Í þessu sambandi er ástæða til að velta fyrir sér greiðsluvilja íbúa á svæðinu. Þessum og flestum öðrum útfærslu og vafaatriðum hefur ekki verið svarað. Vinnubrögð og nálgun mikilvægra verkefna sem hér endurspeglast átelur 2. minnihluti harðlega. Því skal haldið til haga að í nefndaráliti meirihlutans er skýrt kveðið á að ávallt skulu önnur leið standa til boða vilji vegfarendur ekki greiða fyrir not af umferðarmannvirki. Menn kunna að takast eitthvað á þetta ákvæði og borið saman verkefni sem er nú lokið, sem eru Hvalfjarðargöng. Fæstir líta á það að keyra fyrir Hvalfjörð sem raunhæfan valkost. Hann er fyrir hendi vissulega. Þá var hnykkt á því í nefndarálitinu meirihlutans að gjaldtöku skuli skilyrðislaust ljúka 30 árum eftir að gjaldtaka hófst. Fulltrúar Vegagerðarinnar staðfestu jafnframt á fundi með nefndinni að ef upp kæmi beiðni lengri gjaldtökutímabil en 30 ár þyrfti að koma til lagabreyting fyrir atbeina Alþingis. Það er ástæða til þess að hnykkja á þessu því að það flög þetta fyrir þegar 20 ár voru liðin frá opnun Hvalfjarðarganga að hvort ekki væri ráð að halda gjaldtöku áfram enn sinn. En til þess kom ekki þar sem að málið hefði þurft að koma til kasta þingsins.
Ein helsta röksemd stjórnvalda í umfjöllun frumvarp þetta er að með fjölbreyttari fjármögnun en bara ríkisfé takist að flýta framkvæmdum, efla og styrkja byggðaþróun og atvinnuuppbyggingu og að þessi leið feli í sér hagkvæman og ágætan kost. Man geta tekist á það. Þessi viðhorf endurspeglast jafnframt í nefndaráliti meirihlutans, þar sem líka er fullyrt að girt sé fyrir að ýmis brýn verkefni komist til framkvæmda á næstu 1 til 2 áratugum nema með þessari leið sem frumvarpið boðar. Annan minnihluti telur að í þessum orðum dyljist lævís þrýstingur eða jafnvel hótun og það sé ekki viðeigandi. Þessi rök þau risti nú dálítið grund og standist ekki skoðun. Annan minnihluti bendir á að reynsla annarra þjóða er sú að framkvæmdir af þessu tagi eru iðulega kostnaðarsamari en aðrir möguleikar sem völ er á. Þetta atriði er fjallað í nefndaráliti meirihlutans, tæpt er á efni skýrslu starfshóps samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins frá því í apríl 2019 leiðir til fjármögnunar vegaframkvæmda. Þar er á það bent að vegna tilfærslu á áhættu og hærri fjármagnskostnaðar hjá einkaaðilum sé reynslan sú að samvinnuverkefni í Evrópu hafi kostað 20 til 30% meira en verkefni fjármögnuð af sameiginlegum sjóðum. Á þetta er bent, ég endurtek, í skýrslu starfshóps samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Kostnaður upp á 20 til 30% meira. Ráða má sömuleiðis að minnisblaði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins til umhverfis- og samgöngunefndar að ráðuneytinu sé það fullljóst að umrædd samgönguverkefni vegaframkvæmdir séu kostnaðarsamari en aðrar leiðir. Ábati sem felist í nýsköpun og vinnulagi þurfi að yfirvinna aukinn kostnað sem felist í hærri fjármagns- og undirbúningskostnaði einkaaðila. Þarna er heldur lítið gert úr hlut og ágætri frammistöðu okkar vegagerðar. Þá kemur líka fram í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins til umhverfis- og samgöngunefndar að lykilhvati ríkisins til að nýta samvinnuleiðina við framkvæmd samgönguverkefna sé einkum fólginn í því að ná fram betri lausnum og sérþekkingu án frekari skýringa hvað er átt við. Betri lausnum og sérþekkingu. Hvar er sérþekkingin meiri en hjá vegagerðinni sem ættu auðvitað að bera hitann og þungan af verkefni eins og þessu. Í þessu minnisblaði segir að hvatinn felist síður í því að fá utanaðkomandi fjármögnun, enda sé ríkissjóður með mun lægri fjármögnunarkostnað en langflestir markaðsaðilar og þessi fjármögnunarkostnaður er í sögulegu lágmarki þessar mundir og því ætti þetta að vera rakin leið. Loks er eðlilegt að geta þess hér að umsögn barst frá Félagi íslenskra bifreiðaeigenda sem er stærstu hagsmunasamtök bifreiðaeigenda á Íslandi. Þar er andstaðan við veggjöld afgerandi. Í umsögn frumvarpið eru færð rök fyrir þeirri afstöðu. Félagið álítur að með aðkomu fjárfesta að framkvæmdum sé einfaldlega verið að fela heildarkostnað samfélagsins af uppbyggingu innviða. Skuldastaða ríkissjóðs sýnir eftir vill skárri hlið en ella og einkafjármagnið sé innheimt með notendagjöldum í stað þess að við greiðum þetta með einum eða öðrum hætti sameiginlega. Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur gert úttekt á fyrirhuguðum framkvæmdum og rýnt í fyrrnefnda skýrslu starfshóps fjármögnun samgönguverkefna. Niðurstaða félagsins er sú að þátttaka einkafjárfesta leiði til 33% hærri kostnaðar við 5 fyrirhuguð samvinnuverkefni vegaframkvæmdir en ef ríkissjóður fjármagnaði vegagerðina sjálft. Þá eru undanskilin verkefnin við Sundabraut. Kostnaður vegfarenda verði því 20 milljörðum króna hærri en ella. Kostnaður vegfarenda verði 20 milljörðum krónum hærri en ella.
Þá myndi kostnaður við innheimtu veggjalda vegna sömu 5 samvinnuverkefna nema 213 milljónum króna á ári að mati félagsins. Á 30 ára gjaldtökutímabili myndi innheimtukostnaður því nema það bil 6,4 milljörðum króna, sem gæti verið ein minni göng sem mikil eftirspurn eftir. Það því ekki að undra að annar minnihluti varir við því að grunninnviðir í vegakerfinu verði fjármagnaðir með þeim hætti sem fyrirhugaðir og gjaldi varhuga við því að stjórnvöld rasi ráð fram án þess að vandaðar úttektir hafi verið gerðar og samráð haft við hagsmunaaðila á viðkomandi svæðum. Á það skortir verulega í tengslum við þessi áform. Nefna má til dæmis skort á greiningum varða arðsemis og fýsileika verkefna, greiðsluvilja vegfarenda, félagsleg, samfélagsleg áhrif og ábata, áreiðanlegar umferðarmælingar, umferðarspár og fleira. Það skal getið af hálfu annars minnihluta að í samgönguáætlun sem nú hér til loka umfjöllunar á Alþingi með sama hætti boðuð gjaldtaka fyrir akstur öll jarðgöng en útfærsla á þeim ekki rædd fremur en á öðrum sviðum þegar kemur að umfjöllun veggjöld. Annar minnihluti leggst gegn svo afdráttarlausu ákvæði og telur óásættanlegt að íbúar sem eiga ekki annarra kosta völ að þeir þurfa að bera aukinn kostnað sem af þessu leiðir. Frumvarp þetta samvinnuverkefni á þingskjali 1122 vegaframkvæmdir ekki viðamikið, ítarlegt eða flókið. Viðfangsefnið sjálft það hins vegar og hugmyndafræðin sem að baki liggur. Samvinnuverkefni af þessu tagi geta verið í ýmsu samhengi ásættanleg á sviðum framkvæmda og vill henta ágætlega að þessi leið verði farin í mörgum tilvikum. Annar minnihluti telur engu að síður nauðsynlegt að undirstrika að fyrirliggjandi frumvarp bæði afmarkað við ákveðin verkefni og laust í reipunum útfærsluatriði á flestan hátt og af þeim sökum ástæða til að vara við því að þetta frumvarp sem hugsanlega verður að lögum í einni eða annarri mynd að það verði einhvers konar fyrirmynd PPP-verkefni í öðru samhengi. Sem dæmi þá hefur samvinnuverkefni ekki verið skilgreind, hugtakið samvinnuverkefni á þessu sviði ekki verið skilgreind á fullnægjandi hátt að undanskildu því sem fram kemur í 2. grein frumvarpsins. Til dæmis hvaða skilyrði verkefni þarf að uppfylla til að falla undir þessa skilgreiningu. Því telur annar minnihluti mikilvægt að Alþingi skilgreini nánar með lögum hvað felst í hugtakinu samvinnuverkefni í þessu samhengi og öðru tilliti með aðkomu ríkissjóðs. Virðulegur forseti, ég hef nú hlaupið á þessu nefndaráliti annars minnihluta sem sá sem hér stendur undirritaði. Það skal enn áréttað hér í niðurlagsorðum að þingflokkur Samfylkingarinnar telur afar brýnt að hafist verði handa án tafar við uppbyggingu innviða okkar. Þeir vannaglar sem slegnir og þær athugasemdir sem liggja fyrir af hálfu annars minnihluta vitaskuld ekki settir fram í því skyni að tefja mál, þvert á móti. Við erum hins vegar í fyrri hluta ferils í orkuskiptum, í umferð og fyrirsjáanlegt að endurskoða þarf í heild gjaldtöku af umferðum vegakerfi Íslands. Við teljum óráðlegt, virðulegur forseti, að fikta með ómarkvissum og óréttlátum hætti í skattalegum álögum á bifreiðanotkun sem munu bitna af tvöföldum þunga á vegfarendum á næstu árum, sérstaklega íbúum á fyrirhuguðum gjaldtökusvæðum.
Þessi heildarendurskoðun hefði þurft að liggja fyrir nú þegar í upphafi þessara framkvæmda, þótt ekki sé nema drög að umgjörð. Í því sambandi hafa menn nefnt auðvitað margvíslegt fyrirkomulag og það tæknilegt útfærsluatriði. Við höfum ótal fyrirmyndir leiðir en sú einfaldasta sem bent hefur verið á auðvitað að mæla eknar vegalengdir, þar sé bara að mæla kílómetra og það verði lögð á kílómetragjöld. Það ein leiðin. Hún einföldust. Í þess stað lagt upp í þessa rándýru vegferð, eins og bent hefur verið á, í samstarfi við einkaaðila og fjárfesta sem þjóðin setur svo upp með, greiðir með einum eða öðrum hætti 20 milljörðum hærri upphæð en ástæða það til. Þetta vilji og bjargföst trú Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Virðulegur forseti, hvar nú fjárhagslega ábyrgðin? Hvar nú hagsýnin? Hvar nú hagkvæmnin sem fánaberar íhaldsins viðra sýnt og heilagt? Það skortir talsvert á almenna skynsemi í þessum áformum að mínu áliti. Þjóðarhagur fyrir borð borinn til þjónkunar við hagsmunaöfl sem eiga enga samleið með ábyrgð og ráðdeild. Hér viljinn til þess að leita í vopnabúr hinnar hagsýnu húsmóður og hins hagsýna húsföður að nýta allt fé vel. En hér annað áfram í blindri trú. Það einhver glapsýn í gangi, einhverjir hugmyndafræðilegir draumórar. Það einhver tilfinningar óstjórn í gangi. Það ekki stuðst við staðreyndir eða langa reynslu. Við þekkjum dæmin úr íslensku samfélagi frá nýliðnum árum þegar sú mantra gekk á sveitarfélagastiginu til dæmis að sveitarfélagi ættu ekki að eiga sitt húsnæði. Það væri miklu betra að losa fé og selja það einkaaðilum og láta þá reka það. Og mörg sveitarfélög leituðu þessar leiða og lentu í verulegum kröggum og hafa verið að leitast við að snúa tilbaka en það þeim erfitt. Sum sveitarfélög eða dæmi sveitarfélög sem lentu hreinlega á köldum klaka. Virðulegur forseti, við erum að fjalla þung og erfið mál sem ekki endilega gleðja hugann en hvetja og eru uppbyggileg. Það nauðsynlegt að lyfta huganum og hugsa eitthvað léttbærara. Það gamalt latneskt orð sem segir ars longa vita brevis. Listin löng, lífið stutt. Listirnar lifa, lífið tekur enda. Við erum einmitt að skipuleggja fyrir langan tíma, við erum að skipuleggja fyrir framtíðina, við erum að undirbúa þjóðina fyrir gjörbreytta tíma í samgöngumálum, í orkumálum, umhverfismálum. Oft sagt að stjórnmál séu listins mögulega, en þeir sem nú stjórna þekkja það ekki. Þeir eru fastir í einhverjum kassalagaboxi og sjá hvorki daginn eða veginn. Og talandi listir, það hafa verið samdar heilar óperur það þegar tilfinningarnar ná yfirtökum og bera menn ofurliði. Mér dettur í hug vinsæl ópera Ástardrykkurinn eftir Donizetti. Þar var heitt í kolunum og ástríðurnar báru menn ofurliði. En allt fór það þó vel að lokum. Ég hef á tilfinningunni að þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafi komist í þennan drykk, þennan ástardrykk, og fengið sér einum og mikið. Drykkurinn smakkast auðvitað vel, gómsætur, en eftirbragðið slæmt og hreinasta, og svo reyndist auðvitað þessi drykkur hreinasta humbúg. Í óperunni fór þetta allt vel að lokum og við skulum vona að svo verði einnig með þau áform sem hér eru uppi. Að það renni upp fyrir stjórnvöldum að valin
verði leið skynseminnar en ekki trúarsetningar sem margir málsmetrandi aðilar í stjórnkerfinu viðurkenna að eru fjárhagslega fráleitir og andstæðir þeim sem að greiða eiga, andstæðir almenningi, andstæðir okkur skattborgurum. Fáir framtakssamir aðilar munu græða, virðulegur forseti, og eru með allt sitt á þurru. Þetta er góð fjárfesting. Eru það nógu sterkar hvatir, nógu sterk rök til þess að fara þessa leið? Er hagsmuna skattgreiðenda best gætt á þennan hátt? Virðulegur forseti, mér er það mjög til efs. Það veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, við erum með dálítið áhugaverðri stöðu með þessi verkefni og þetta mál, þar sem að það er tiltölulega augljóst og allavega sú staða sem ríkissjóður er í gagnvart lánsfé er mjög góð. En ríkissjóður getur að sjálfsögðu ekki bara fengið lán endalaust. Það hefur komið fram athugasemd til dæmis frá fjármálaráði varðandi fjármálaáætlun að aðhald í fjármálum hins opinbera felst ekki bara í þeim framkvæmdum og skuldsetningum og svo framvegis, heldur líka í arðsemi þeirra verkefna sem fjárfest er í. Þannig að við höfum þennan samanburð á ákveðin skuldsetningu ríkisins og arðsemi og aðhaldi í ríkisfjármálum á sama tíma ef að þessi verkefni eru eins arðbær og sagt er, enda sagði ráðuneytið að heppileg verkefni hefðu verið valin í þetta módel. Og á móti höfum við umsagnir aukakostnað til dæmis í Evrópu og samkvæmt útreikningi FIB að kostnaður við að fara í verkefnin á þennan hátt sé 20–30% herri, 33% samkvæmt útreikningum FIB. Þetta rímar ágætlega vel við íslenska reynslu þar sem að hvalfjarðargöngin voru kannski á það bil réttu róli miðað við kostnaðaráætlun, hefðu þá verið ódýrari í rauninni í ríkisframkvæmd en það var ákveðin ríkisábyrgð þar á sem að lækkaði kostnaðinn þar. Á meðan Vaðlaheiðargöngin kostuðu tvöfalt meira. Þannig að við erum að bera saman þennan möguleika á að bjóða fólkinu í landinu upp á framkvæmd sem er 20–30% ódýrari heldur en lagt er til hérna. Hver væri í rauninni réttlætingin okkar til þess að grípa ekki það tækifæri að gera þetta mikið ódýrari? Ég átta mig ekki alveg á því og velti fyrir hvort að hv. þingmaður hefur rekist á svona rökin hjá meirihlutanum í þessum máli. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Bjarni Leví Gunnarssyni fyrir andsvarið. Við erum að fjalla hér 6 verkefni sem eru öll, eins og fram hefur komið, mjög ólík. Vegaframkvæmdir og vegagjöld eru í þar sem að þau eru talin vera fýsileg, þá er þetta auðvitað myljandi business og þess vegna sækja fjárfestar auðvitað í svona verkefni. Vegna hvers er ekki hagkvæmasta leiðin valin? Við höfum auðvitað þessi rök að það sé erfitt að gera þetta af formlegum, lagalegum ástæðum vegna þess að lögin opinber fjármál séu einhver hindrun og við megum ekki skuldsetja ríkissjóð of. En ég tel að þetta séu bara ekki nægilega sterk rök. Ef að það liggur á borðinu, ef að það er opinberað, og það hefur raun og veru samgönguráðuneytið gert, það hefur fjármálaráðuneytið gert. Þeir eru búin að staðfesta það og þeim er það ljóst að við erum að velja dýrari kosti. Og hvernig ætlum við að réttlæta það gagnvart skattgreiðendum? Mér finnst það ekki hægt.
Og ég nefndi hér í minni ræðu að stjórnmál væru listins mögulega. Þarna vantar hugmyndaflug eða úrræði. Það þarf ekki mikið hugmyndaflug en þarna þarf bara úrræði. Þau eru til. Það er hægt að óháð allir gjaldtöku, þá er hægt að tel ég vera hægt að stofna opinber félög eða félög til hliðar, en að Vegagerðin hefði bæri hitann og þungan að þessu verkefni að öllu leyti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þetta er einmitt lykilatriðið. Af hverju erum við að velja dýrari kostin? Það er bara, verður ekki mikið flóknara en það er raun og veru. Er það einmitt út af þessum fjármálareglum sem að koma í veg fyrir meiri lántöku og hversu gáfulegar eru þá þær fjármálareglur? Sérstaklega ofan í þá umsögn sem við fengið að aukna framkvæmdir eða lántaka er ekki endilega merki lítið aðhald í opinberum fjármálum ef að það er farið í arðbær verkefni. Það er að segja arðsemin fyrir það að fara í verkefnið borgar sig meira heldur en í rauninni skuldabyrðin býr til. Og þá erum við í rauninni bara að færa að við ætlum að borga upp lánið með arðseminni sem verður af þessu verkefni. Það tekur að sjálfsögðu einhvern tíma, en tekur það ekki jafnvel styttri tíma heldur en að tekur að greiða upp lánið. Í þannig forsendum erum við. Og út af því að þetta er grundvöllurinn af því hvernig við ættum að taka ákvarðanir það hvaða verkefni við förum í, að þá er athyglisvert að það vantar þessar forsendur í öll þessi verkefni og rauninni vel flestu verkefni sem við glímum við í samgönguáætlun, að einkaaðilar taka rauninni bara tillit til þess ágóða sem þeir geta fengið fyrir gjöld af framkvæmdinni. En opinberir aðilar, þeir geta tekið sér til hagnaðar miklu stærri samfélagslegan ábata af framkvæmdinni sem er hægt að réttlæta að borgi niður þau útgjöld sem hið opinbera leggur í. Þann samfélagsábata fá einkaaðilar aldrei í sinn vasa í gegnum notendagjöldum. Þeir þurfa að rukka meira. Þess vegna meðal annars er kostnaðurinn 20–30% meiri, einfaldlega skattahækkun. Svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, já, þetta er nú áhugaverð umræða. Ef að fjármálareglurnar og lögin opinber fjármál eru of þröng, þau snýða okkur of þröngan stakk. Ef að þau eru það sem við eða stjórnvöld beita fyrir sig í þessu sambandi, þá er það alvarlegt. Ef að fjármálareglurnar eru farnar að vinna svona beinlínis gegn okkur, þannig að verulegir hagsmunir eru undir. En þetta er auðvitað trúarsetning ákveðinna stjórnmálaafla að einkaframtakið leysi allan vanda, þrátt fyrir það að hvert áfallið ríði yfir þessa hugmyndafræði, hvert áfallið á fætur öðru. Og það er auðvitað að tína þau til, en það verður nú ekki gert hér. Og þó rétt að benda á það að það áfall sem við erum að glíma við núna, heimsfaraldur COVID, hann auðvitað staðfestir það hversu mikilvægt það er fyrir okkur að eiga trausta öfluga innviði, traust net í samfélaginu, trausta samfélagslega sjóði. Og það er auðvelt að sannfæra fjárfesta og sannfæra okkur öll að við eigum að vinna að því að fjármagna svona stór verkefni sem við þurfum að gera í ríkum mæli á næstu árum með sameiginlegum sjóðum með almennri skynsemi. Síðan eigum við þetta, og umgjörðin hefði átt að vera klár núna. Umgjörðin, við erum auðvitað að fara í gegnum fyrsta fasa orkuskiptana og við höfum þetta verið búin að taka þá umræðu hvernig á gjaldtökunni að vera háttað almennt í umferðinni. Þá
veitir andsvar hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir og hún vera 9. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Guðjóni Brjánssyni yfirferð yfir nefndarálit minnihluta og ég vil þakka honum ekki síst í því ljósi að það er mjög mikilvægt að það fari fram dálítið gagnrýnin umræða þessa aðferðafræði sem við erum að innleiða, en ég er samt í grundvallaratriðum ósammála honum, enda stend ég á áliti meirihluta og þær efasemdir sem ég hafði kannski í upphafi þessa máls hafa meðal annars, þeim hefur verið svarað mjög vel einmitt af fulltrúum Vegagerðarinnar. Þess vegna kom mér það mjög á óvart í ræðu hv. þingmanns þegar í rauninni hann lét af því liggja að þessi aðferðafræði væri á einhvern hátt að gera lítið úr frammistöðu og framkvæmdagetu Vegagerðarinnar og vildi spyrja hann hvort að það sé ekki rétt að fyrir nefndinni hafi komið fram að Vegagerðin væri einmitt mjög áfram að það yrði farið í þessar framkvæmdir með þessum hætti til þess að auka möguleikann Vegagerðin á að kynna sér nýja aðferðafræði og fara í nýsköpun á ýmsum sviðum í samvinnu við þá aðila sem þarna koma til með að koma að verkum. Og eins kom það fram hjá Vegagerðinni að það er auðvitað unnið að mikilvægum fýsileikakönnunum öll þessi verkefni sem eru komin mislangt, sum bara komin mjög langt og hvort að þingmaðurinn getur ekki staðfest það að fýsileikakönnunin er unnin á vegum Vegagerðarinnar og eins og kemur líka skýrt fram í nefndaráliti þá þarf að mörgu leyti að vera komið miklu lengra í öllum undirbúningum og útfærslu þessa verkefna eða svona negla niður önnur atriði og meðal annars fýsileikann heldur en í ýmsum öðrum vegagerðarverkefnum. Þannig að þarna er líka sú aðferðafræði sem er verið að þróa. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það flögrar ekki að mér að gera lítið úr framlagi Vegagerðarinnar í þessu samhengi frekar en öðrum. Þar er okkar allra færasta fólk og við eigum að hafa þetta fólk í forystusveit. Vegagerðin vill auðvitað gera vegi, byggja vegi og þeir fagna því að við komumst áfram veginn. Það kann vel að vera að þau séu einhverju leyti dús við þessar leiðir en ég minnist þess nú ekki sérstaklega að þau hafi mælt með því að fara þessa leið. Enda kannski ekki þeirra hlutverk að hafa á því sérstaklega skoðun. En þessi verkefni, náttúrulega það blasir við að þessi 6 verkefni er eins ólík og þau geta verið. Eins og þau eru öll brýn, þau eru öll bráðnauðsynleg og við höfum nefnt veginn yfir Öxi. Það er ekki síst mjög brýnt verkefni, en það á ekki að mínu áliti heima í svona gjaldtökuverkefni bara íbúanna á svæðinu vegna. Við eigum að taka alla þessa gjaldtöku í umferðinni til heildarendurskoðunar og að láta alla vegfarendur njóta þess sama. Já, ég tel að það sé ekki réttlæti í því að íbúar á þessum svæðum tímabundið að minnsta kosti séu rukkaðir umfram það sem að gerast og gengur almennt í þjóðvegakerfinu. Veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og eins og fram kom hjá þingmanninum þá er þetta gjörólík verkefni og það er ekki sérstaklega hlutverk Vegagerðarinnar að hafa skoðun á hvaða leið er farin, en hins vegar er það sem ég var að koma inn á snýst þá kosti sem Vegagerðin sér við þessa aðferðafræði. Það fannst mér koma mjög skýrt fram
og einmitt vegna þess hversu ólík verkefnin eru að þá hefur Vegagerðin dregið fram þá kosti sem að því fylgja að fá ákveðna útvíkkun á þekkingu með samstarfi þetta ólík verkefni. Síðan langaði mig að koma inn á annað sem hefur komið fram í umræðunni að í Noregi í verkefnum af þessum tagi þá setja stjórnvöld sér það markmið að þó að fjármögnun geti orðið hugsanlega dýrari, eins og réttilega hefur komið fram hér, að þá sé stefnt að því að verkefnin í heild sinni séu 20% ódýrari en verkefni sem ríkisvaldið hefur alfarið undir sinni könnu í framkvæmd og í flestum tilfellum næst þetta markmið. Og það það sem við erum að stefna að hérna. Síðan langaði mig aðeins að koma inn á umferðarmælingarnar. Auðvitað eigum við umferðarmælingar af öllum þessum leiðum og það bara sjáum við inn á Vegagerðinni og það getur hver sem flett upp á þeim. Hins vegar, þegar verið að gjörbreyta einhverri leið, eins og leiðinu Öxi til dæmis, og jafnvel má segja það sama Hornafjarðarfljót, þá ekkert hægt að draga of miklar ályktanir af umferðinni allt árið út frá þeim samgöngumannvirkjum sem eru nú til staðar, vegna þess að það verður allt annars eðlis umferðin eftir að þessi mannvirki verða komin til. Hvort að þingmaðurinn getur ekki verið sammála það. Það svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, en okkar ágætu vegagerð ríkisins, eins og hún hét, eða ég veit ekki hvort hún heitir það enn, þeir eru áfram að búa til vegi. Og þetta er auðvitað fagfólk sem vill styðjast við nýjustu þekkingu og bestu þekkinguna sem völ er á og hafa staðið sig með miklum sóma. Hvort að þetta getur verið áhugaverð tilraun, kannski, en nauðsynlegt að fara í svona umfangsmikla og dýra tilraun sem kostar okkur 20 milljarða? Ekki hægt að fara einhverja millileið í því? Ég bara spyr hv. þingmann, virðulegur forseti. Varðandi umferðarmælingarnar og álagið, að því við erum að ræða þessa tilteknu leið fyrir austan, þar sem að ég segi að það hafi komið fram í frumvarpinu áætlun 220 bíla á dag. Auðvitað verður gjörbreyting þarna, það alveg augljóst, og mikil fjölgun umferðar, bæði þetta sumar og vetur. Þetta nú sennilega bara eingöngu nánast sumarvegur. Og þessi mynd verður gjörbreytt. Varðandi það að í Noregi þá stefnir menn að því að einkaframkvæmdir séu 20–30% ódýrari. Ég undrandi á því að þetta sé ekki sett sem eitt höfuðmarkmið þá með þessu frumvarpi. Ég hef ekki heyrt þetta á þetta minnst fyrr. Þetta kemur ekki fram í nefndaráliti eftir því sem ég hef komist næst. En virðulegur forseti, rétt áður en að ég lýk máli mínu þá vil ég bara undirstrika það álit Samfylkingarinnar að við stöndum frammi fyrir breyttum aðstæðum með orkuskiptum og við að taka þetta heildstætt, ekki að mismuna þegnunum með gjaldtöku á einhverjum blettum í samfélaginu. Andsvörum lokið. Nú verður gert hlé á þessum þingfundi til klukkan 13:30.